Vinur við veginn. Okay, team, follow my command. Get in position and wait for my go. Komið sæl, það hálfleiksspjallið, Vodafone-deildin hálfnuð 7 umferðir búnar og við getum farið yfir það núna þegar öll liðin búin að mæta hvoru öðru allavega einu sinni. Ég heiti Kristján Einar, hérna Halldór Már Dói og Tómas Jóhannsson Tommi Dói. Við höfum farið í gegnum þetta 100 sinnum, það er ekkert annað sem passar. Nei. Það er gott að vera komin aftur líka. Já, velkomin. Takk fyrir. Ég er ánægður að fá Dóan okkar aftur inn til. Já, mér er alltaf gaman að rökræða Counter-Strike við Dóa. Ég saknaði ekki strákar. Já. Ég verð að segja. Ég var reynda búinn að gleyma því, ég þarf að hlusta á ykkur rökræða hérna í dágóðan tíma. Þetta verður erfitt fyrir mig, segi. Nei, ég held að það er bara gaman að því. Já. Ég tómur alltaf meira og meira að vera sammála líka, það er hægt að ráðlega að gerast. Það gengur ekki, það er leiðilt sjór. Við ætlum byrja að kíkja á stöðutöfluna í deildinni eins og hún er núna og náttúrulega svona áður en við förum svo yfir öll liðin hvert og eitt og Dusty náttúrulega á toppnum með fullt hús stiga. Þeim líður ansi vel núna. Það er náttúrulega klífa yfir þetta fjall sem KR-ingar eru bara nýlega og leysa það bara af stakri snilld, þannig að það er rosa lítið sem að við sjáum akkurat núna til að ógna þeim, vonandi að fá einhverja breytingu á því. Dusty á toppnum með 14 stig, KR-ingar þar eftir með 12, síðan koma XI með 10 og þessi þrjú lið svona búin að raða sér svolítið á toppinn. Já, í raun og veru þá er ég náttúrulega bara að bíða eftir að sjá seinni umferð móti Dusty og XI. Dusty og KR fyrir ekki. Ég vil sjá hvernig Dusty taka móti KR í þeirra heimamappi. Já, heimavöllurinn held ég að með þessi tvö lið, bæði XI og KR-ingar, þeir eru góðir að gera heimavöllurinn sína og þeir geta gert virkilegan skaða á þetta. Já, en punktur sem það komið með, við erum alltaf bara hálfnuð í deildinni. Já. Það er bara rétt að byrja. Algjörlega, Fylkir svo í 4. sætinu með 6 stig á svolítið þægilegum stað. Tindastóll Þór hafið öll með 4 þar á eftir og Rora svo í 8. sætinu náðu hins vegar í sinn fyrsta sigur. En það er spurning hvort að við gerum þetta ekki bara markvisst og við förum bara yfir hvert lið fyrir sig. Og við slum bara byrja á liðinu í 8. sæti. Aurora liðið í 8. sæti, 1 sigur, kom núna í lokaumferðinni gegn Tindastól og annars hefur þetta bara gengið ansi illa, Tommi. Alveg virkilega illa og ég held að þeir sé að anda bara miklu léttar eftir að hafa krækt í óvæntan sigur í rauninni á móti Tindastól sem að, þegar við fórum inn í leikinn þá voru við klárlega að halda að Tindastóll væri með þarna yfirhöndina en ég skildi ekki þetta mappi. Nei, þetta var algjör hörmung. Sko, eitt sem ég hef lært á mínum langa og semi-glæsilega CS-ferli, ef þú ert þarna ekki underdog, þá ferðu ekki að pikka Dust 2. Þetta er bara mapp sem allt getur verið fleygt út gluggann og þarna sáum við nákvæmlega hvað er að gerast. Það var ekkert að virka fyrir Tindastól, það tók 13 ránd fyrir að ná vappa inn í City-sætið og þetta var hörmung. Ég fer meina innan þetta við tölum Tindastól en þetta var glórulaust map-pick og þetta var raun og veru bara gjaf. Já, ég myndi að ef þú bara horfir yfir mappúli hjá Aurora, þeir eru búin að pikka Dust 2 alltaf þegar opið. Þeir hafa átt 3 heimaleiki, pikka Dust 2 á móti XI, pikka Dust 2 á móti KR. Fylkir hins vegar bannað á móti þeim í fyrstu umferð. Já, sko, fyrir utan það, þú veist, hvað er heimavappið þeim? Þeir eru bara svona einhvern veginn all over the place með þetta. Einhvern veginn hefur leikmannahópurinn bara enga veginn smellpassa saman. Það eru ljósir bitar hér og þar. Allimest er búinn að koma á óvart. Ronald líka, Rafle búinn að dálítið finnst hann vera að underperforma en hann er samt... Við áttum vona svo miklu fyrir Rafle. Miklu meira en statistikli þá er hann að spila allt í lagi, sko. Statistikli ef við horfum á tölurnar þá er Rafle með hæstu endurflugs í deildinni.
Það sjáum við einmitt hvernig leikirnir hafa verið. Þeir byrja á því að tapa 16-12 gegn Fylki á heimavelli og pikka það núk eftir að Fylki banna Dust 2. Fara síðan á móti Hafinu, tapa þar 16-9, Exi 16-9, Þór 16-12, Dusty 16-3, KR 16-2 og svo í lokaleiknum þá sigraði Tindastól 16-11 þar sem að Tindastólspikkið áhugavert til að segja bara minnst. Þeir eru með mínus 44 ránd. Við kannski rýnum aðeins meira í þegar að, einmitt, eins og þú segir, í Dust 2-pikkið en það skal alveg segjast að það var alveg klár munur á liðinu í þessum senasta leik og vonandi, ég kalla eftir einhverju breytingum bara eftir 3 eða 4 leiki hjá þeim. Þeir bættu við þarna þjálfara, kannski gefur hann gæfumuninn, kannski að Jojo sé að koma og setja eins meiri ábyrgð á leikmennina sem líti út fyrir að vera ekki að setja nóg mikla ábyrgð á sig í þessum leikjum og koma undirbúnari inn í leikina. Þannig að Sko, ég ætla að vera ósammála Tóma einu sinni og segja þess að aðeins svo snemmt að segja að þetta getur verið input frá þjálfara. Ég myndi hugsalega að segja bara frá mínum bæturum þá hendi Tindastóll þessu með þessum appbyggi. Já, algjörlega. Ég var bara svo vongóður að... Og Róra litur samt bara fínt út. Miklu betur en hann litur út í öðrum leikjum í deildinni einhvern veginn í vetur. Sko, þeir hafa ekki verið að líta vel út. Og ég talaði um að Rafli var með hæstu enterflux í deildinni en hann er líka með lægsta HLTV-reytingið. Við skulum kíkja hérna bara aðeins yfir leikmennina, fáum upp tölfræðina það og þá sjáum við það. Rafli, já, í ágætismálum, hann er samt sem hann eins og segir, bara með 0,6 í HLTV-reyting. Lægstur í deildinni. Já, entri frökin það sem skipta máli þarna. Nota bene, þegar þú ert að tala um HLTV-reyting og KD, þetta gaurinn sem er að kaupa dýrasta vopnið. Við skulum kannski byrja á því, bara og meðurum með þessa myndinu uppi. Tommi, þú getur útskipt fyrir okkur aðeins þessa tölfræði þetta. KD, mjög einföld formúla, það er bara kills á móti deaths og út úr því kemur 0,6 til dæmis ef við sjáum Rafli hana og hann er augljóslega að deyja meira heldur en hann er að drefa. Já, þannig að allir sem eru með yfir 1 eru að skila fleiri fröggum heldur en hversu oft þeir deyja í leik og HLTV-reytingið. HLTV-reytingið er basically bara svipuformúla, aðeins flóknari, þá er hendin aðeins fleiri stötsum eins og assists og meðal annars entry kills, þau telja til HLTV. Þess vegna er þetta svo stórkostlegt að hann sé neðstur í HLTV en efstur í entry. Og það er hendi í formúlu og út úr því kemur HLTV-reyting sem er náttúrulega patented by HLTV.org. En ef við skoðum þetta mitt, þú veist, Rafli 0,6 KD, Ronald 0,7, Allemaster 0,7, Triple G 0,8, Sveittur hins vegar á 1. Já, það var svona leikmaður sem við bjuggumst við að myndi stíga upp svona í byrjun tímabils. Hefur ekki dugað hingað til, en mér langar að sjá það koma svona aftur. Ég meina, við tölum um það fyrir tímabilið, þetta er alveg nýtt line-up. Þú veist, það er að koma að Allemaster og Ronald, já, vissulega, þú veist, þeir eru búin að vera með einhverjum þeim í liði, en þeim var hent í djúpilaugina. Þeir fengu bara mjög gott, við sjáum núna miklu betra fylkislið í fyrsta leik heldur en við byggumst nokktíma við og var bara skellt. Síðan áttu þeir erfitt prógram til að byrja með á móti bara liðin sem eru núna í topp 5 sætunum og þeir eru einhvern veginn núna að reyna að synda aftur í grunnulegina þar sem þeir ná fótunum niður og já, vonandi tekst þeim það en ég er ennþá á því að það þurfi eitthvað að breytast í þessu line-upi, sko. Það er alltaf bara hvernig þeir spila eftir að þeir fá first pickið sem er að fella á svona rosalega mikið. Þeir eru að fá first pickið í Dust 2 en eru að tapa þessum roundum nær alltaf. Já, það er bara mjög slæmt. Já, ég meina, þú með efsta endurfækirinn í deildinni og nær samt ekki að sigla þessu roundum inn. Við erum líka að tala um að þeir eru að tapa með að meðaltali, 6 roundum leik. Þetta er stór töp. Já, bara mjög stór, sérstaklega hvernig þeim var skellt á móti Dusty og KR á meðan önnur lið sem var spáð fyrirfram bara svipuðum sætum eru bara að ná miklu fleiri rándum, terrándum á móti Dusty og KR sem þú veist þeir koma undirbúnari og svo framvegis inn í leikina og sigla alveg þó nokkur rándum og reynslu í þokkabót svona í höfn. Bara erfitt lið að horfa upp á svona og giska hvað þarf að breyta út af því þetta eru góði fraggarar. Þú veist, maður sér. Mér langaði aðeins að koma inn á það, þú veist, hverju þarf að breyta á þannlega að fabulerum aðeins. Sko, það er félagsgetuglíki. Já, ég myndi hugsalega ekki gera liðsbreytingu strax. Ég myndi gera mentality breytingu á þann hátt að ég myndi hætta að velja Dust 2 á móti liðum sem þeir eiga séns í
Haldið áfram að velja Dusty á móti KR og Dusty. Þú færði ekkert betri taktikal sens á móti en þeir eiga því taktikli. Taktu Dusty á móti þeim, hentu teiningunum og sjá hvað gerist. Já, það er bara þannig. En á móti liðunum svo ræðu við. Tindastól, þú getur alveg tekið ránd af þeim, þú getur tekið ránd af Þór og hafið þeir í hræðilegu formi. Á móti þessum liðum, vertu með eitthvað ásöp í hendinni. Vertu með eitthvað mapp sem þú getur spilað á móti þessum liðum, svona æft. Og Rora á heimavöllin gegn Þór, Dusty, Tindastól og hafinu í seinni umferð. Þetta með réttu leikskipulagi, þessum roster og koma undirbúnir á heitirinn og serverinn í best of one á heimavalli, það getur náð allavega 2 ef ekki 3 sigrum af þessum leikjum sem það telja upp. Gleymið ekki, í þessu formati, þú þarf bara að taka 2 upp og æfa þig. Það er nóg. Þeir eru fyrir heimavappi. Já, nákvæmlega. Þú veist, þeir eiga að geta og ég er bara líka ekki hrifinn af liðum sem pikka Dusty endalaust. Þetta er of random app. Ef ég ætti að gera leikmannabeiðningu, Ekkert enda breytingu, bara eitthvað sem, þú veist, er einhver biti á markarum laus sem getur styrkt þetta lið? Ég ætla að setja smá traust í liðið, en við vorum að tala um það að Rafli var in-game leader. Taktu á honum, láta á Triple G og hleypta aðeins beislinu og þar með aðeins minni ábyrgð á Rafla sem að einhvern veginn þarf að gera allt í þessu liði. Þú veist, endalaus endur í frögg. Þú veist, af hverju er hann alltaf að deyja í kjölfarið? Gefa honum bara smá pláss, leið honum að þróa sem leikmaður. Við vitum að þetta er geðið góður leikmaður. Bara gefum honum plássið, látum ábyrgðina á eldri leikmann sem hefur gengt að sér ábyrgð áður í Triple G og bara sjáum hvað gerist. Þannig að ekki breyta, ekki hendaninum út akkurat núna, en já, það þarf klárlega að breyta einhverju innan liðsins. Við getum verið inn í allan dag að ræða hversu góð pick-up þau eru í fyrstu deildinni til dæmis. Það eru endalaust að góðum liðum í fyrstu deildinni með leikmenn sem maður gæti styrt bara flestu öll liðin í deildinni. Já, 100%. Við þurfum ekki að fara lengra heldur en bara í toppliði. Það er kórdrengir. Bara frábært lið, fullt af góðum bitum, en síðan er annar mál. Þeir eru að koma upp á næsta sísoni, þannig að þú ert örugglega að fara neðar. Það eru fullt af vappa-pick-upum sem þú getur bara tekið prikið af Rafla og látið hann á riffil og Minifigrís, til dæmis, Korax, frábæri leikmenn. Eins og sé, fyrsta deildin er troðfull af talent og kemur ekkert á óvart ef einhver úrvalsdeildarlið myndi nýta sér það. Já. Þá erum við búin að fara yfir og Rora. Þá er spurningum að kíkja á lið í 7. sæti og þetta er að koma ansi mörgum á óvart. Já, hafið búið að eiga gríðarlega erfiða byrjun á þessu tímabili, eingöngu 2 sigrar úr 7 leikjum, 5 töp, andleysi í liðinu, einhvern veginn virðist bara ekkert verið að ganga upp. Algjört metnaðarleysi, bara algjört metnaðarleysi, andleysi, ég hef ekkert annað það að segja. Þetta lið er bara skömm að bera nafnið hafið með því hvernig þið voru. Því að það er einn leikmaður sem er að flagga þarna, það er Alli. Restinn bara ekki gera neitt. Sáum á móti Dusty í Miraz, fyrirfram þá svona, við hugsuðum svona fyrri tímabil, Hafsins, Miraz, Detonate Tengin og svo framvegis. Algjör bomba að horfa á það. Þetta var hræðilegt að horfa á. Svo bitlaust og svo áhugalaust að horfa á þetta lið spila. Það hefur engan áhuga að vera þarna. Bara akkurat engan og það bara skila sér. Þeir eiga heima í þessu 7. sæti, þeir eru búin að standa sér ömurlega á þessu tímabili og þeir þurfa klárlega að kjúa sinni á server þó að það sé ekki nema á Faceit server og koma einhverjum spilatímum inn því að þetta er ekki viðbjóðandi fyrir jafn stór nöfn og eru inn á serverinu hvert skipti. Það er einn maður í liðinu með jákvætt káti, það er Alli. Allir hinir eru undir. Já, Alli sleppti einum leik samtali. Það er rétt. Já, við ætlum að fara aðeins yfir leikina, eins og áður sagði, liðið með 2 sigra og 5 töp, 4 stig, mínus 28 ránd í rándif. Byrja tímabilið á því að tapa óvænt á móti Þór, vinna svo á Rora, tapa móti KR, vinna Tindastól, tapa svo Fylki, Dusty, Exi. Þetta er liðið sem var spáð 3. til 4. sæti, svona eftir við tala enduð í 4. sæti nema rétt. En eru núna, það þarf svo lítið að gerast til að þeir vinni bara í allavega
öll liðin fyrir neðan miðju. Aurora ná 9 rándum á þá, tapaði hana óvænt fyrir Þór í fyrstu umferð, síðan bara KR, Dusty, Exi, fyrir ekki ná tveggjast það á tölu á móti þeim. Þú veist, Exi, meina, þeir ætti alveg að geta gert eitthvað um það Exi. Exi eru bara svo ótrúlega undirbúnir í svona leiki og ég meina tapa móti Fylki, bara skellt af Fylki, bara gjörsamlega í vertigo. Þú veist, mapp sem að þeir gátu alveg spila hér áður fyrr. Þeir spiluðu það samt aðrir, þeir einhvern veginn náðu alltaf að redda sér í því á ótrúlega hátt. Já, en þessi redd er ekkert að koma lengur. Nei, en kannski er þetta eins og við sögum alltaf, Tómi, hafið þeir alltaf seint að byrja. Já, það búið að taka hálft tímabil fyrir að byrja. Ég veit ekki það, en hvað ef að... Ef við förum til þess að spyrja um mappúli, það segir mann ýmislegt. Þeir banna Núk alltaf. Okay? Núk bara permabanna þeirra. Það er búið að hleypa þeim 3 sem Mirage. Það er bara Dusty sem banna Mirage frá þeim og þá velja þeir Train. Já, það er eina líka, þú veist, Dusty spila ekki Mirage, þannig að það kemur svo sem ekki þannig á óvart. En ég meina, þeir eru búin að vinna Tindastóli Mirage, þeir eru búin að vinna Aurora Mirage, síðan er þeim skellt á móti Exi, þannig að þú veist svona... Ég er samt sem að vil benda á það að hafið, á til dæmis næst heimaleik á móti KR. Þú veist, geta þeir bara, ef þeir stíla inn á þessa heimaleiki sinna, því að núna er bara konur í slag það að halda sér í deildinni. Já. Þú veist, væri ekki bara hægt að velja sér 1-2 möpp, taka þau, stratta þau og þá fara þær að vinna alla þessa neðri leiki. Því hæfileikarnir eru til staðar, sko. 100%. Þetta eru svakalega hittnir, velskjótandi, drillaðir á sínum tíma og á sínu mómenti, eða svona sínu augnabliki leikmenn. En sko, ég sakna þess bara. Ég sakna bara að sjá hafið eins og þú talum á það. Já. Það vantar þá í innan toppslag. Algjörlega. Þetta er lið sem að, ég meina, við erum að tala um það að þeir eru ekki í 5. sæti, svona rétt fyrir neðan búbluna eða eitthvað þannig. Þeir eru bara neðstir þarna í 7. sæti og eina liði fyrir neðan það er Aurora. Og þetta er þá væntanlega á round difference, eða ekki? Jú, erum við -28, eru svo sem, bara með einu rondi verra heldur en Þórsarar. Já, sem er náttúrulega... Til að svara spurningunni, já, þeir geta vissulega nýtt þessa heimaleiki aðeins betur, en það... Þeir tóku sko heimaleiki gegn Dusty, Exi, Tindastól og Aurora. Þannig að þeir eiga þá raunir heimaleiki í seinni umferð gegn Þór, KR og Fylki. Þeir geta alveg unnið á, eða mínus KR, eins og staðarinn í dag, þá er ég ekki að fara að sjá þetta lið vinna KR-inga í bara nokkri mynd nema KR-inga myndi bara ekki mæta á server, bara í rauninni. Það getur allt gerst í Counter-Strike. Ég get alveg séð á vinnið á ef hlutinni falla vel með þeim og það þarf ekki mikið að falla vel með þeim og það er ekki margir að vera heitir. En eins og segir þetta... En hafið í stuði er svakalegt, sko. Já. Hafið í stuði svakalegt, en það er bara annar gír í þessum 2 toppliðum akkurat núna. Þeir geta bara, þú veist, svissað þetta gameplan sem þeir eru með núna. Vissulega, þú veist, á móti sikkurum liðunum, Dusty og KR, þeir náttúrulega aðeins meiri kaliber í þessum liðum heldur en í hafinu til dæmis. Það er aðeins dýpri strattbúk. Við sáum bara til dæmis þegar hafið misti Dettinni, Tony og Ötz. Það var bara svona liðið gjörbreyttist. Vitið þú hverju er engjumlítið hjá þeim? Eru þið bara ekki allir engjumlítar? Er það Delli? Delli? Já. Bara, hann er að kalla núna og að mér skilst allavega og það er alveg stemning í hópnum, sko. Já, ég trúi því. Ég get alveg séð að koma aftur. Ég ætla að hæja aðeins á mig með slækjadómana því að mér finnst svo líklegt að þeir stígi aftur upp á móti til dæmis Fylki. Kemur ekkert orð að taka það á heimavelli. Þór. Og Þór líka. Og svo KR-leikur. Þá eru allir komin í bara 6 stig á móti liðunum sem eru að berjast við. En munið eftir leiknum á móti KR, þar sem þeir voru á útivelli. Það var leikurinn sem fannst þeir svona... Þeir svöruðu strax í byrjun. Já, þeir svöruðu strax í byrjun. Það var einhvern veginn En svo fór momentum þetta fór aftur að falla með KR og kom einhvern veginn aldrei tilbaka aftur. Svolítið, en mér fannst samt sem að vera eins og það var viljinn til staðar í þessu leik. Á einhverjum tíma. Ég framan að leit út fyrir þetta mjög spennandi leikur. Já, ég er að tala. Já, vissulega. Ég er að fara að sjá fram á það að Þór á móti hafinu. Það verður bara mjög spennandi leikur, bara upp á hvaða liðir að fara að vera þarna bara sem fastast í þessu 7. sæti. Og það verður bara
hörku botnbarátta og fyrirfram með þetta bara mjög skrítin hlutur að segja og þú veist Það er rétt. Sleggjudómurinn náttúrulega kemur eiginlega bara til að reyna að vekja þessa stráka upp því að það ef ég hefði þessa hæfileika ég væri alltaf inn á server, það bara þannig og það bara leiðilegt að sjá hafiliðið einhvern veginn ekki vilja setja púðrið í þetta. Kíkja eins yfir leikmennina, kíkjum á tölfræðina og sjáum hana, eins og talum á hann, Alli efstur af leikmennum Hafsins. Einu með jákvæmt KG. Með fleiri killseldir en þess. Sjáum þetta hérna, raðast upp frá lægstanni neðsta, Delli á botni með 0,7 KT og 0,7 í HLTV rating, Thomsen 0,8 eins og Clever í báðu, Hundsi 0,9 í báðu og Alli 1,1 í báðu. Þrír frekar passífi leikmenn sem eru þarna í neðstu 3 sætunum. Hundsi, eftir að hann kom í hafið, örlítið búið að svona losa beislið á honum, hann fara að gera fleiri hluti. Það var alltaf gjörsamlega slökkt í honum á móti Exi, hann var að reyna að fara upp rampinn aftur og aftur á móti Narva. Það fór ekki vel. Nei, það gekk alls ekki vel. En þú veist, fyrir utan það, þá hann að fá greinilega þá hann að fá örlítið meiri svona pláss til að gera hluti og það eru hæfileikar þarna en þeir þurfa að reiða sig ansi mikið á Hundsa og Alla til að opna upp rándið því að hinir þrír Delli náttúrulega pingu wildcard og getur gert alveg hina ótrúlegustu hluti en Thomsen og Clever örlítið svona passífri leikmenn sem að bíða eftir sínu tækifæri svona late round á meðan Hundsi og Alli þurfa að opna einhvern veginn og það ansi mikið pressa. En þetta ekki liðið sem líklegast að bæta einhverju við sig á leikmannamarkaðinu? Það vantar alltaf einn leikmann, instant búinn að spila með einn leik. Þrusu gott addition, var náttúrulega í Exi-liðinu á síðans tímabili og stóð sér bara gríðarlega vel, mjög reynslumikill leikmaður þannig að væri virkilega gott addition til að fá kannski svona örlítið fest inn í liðið, svona festgamalt. Ég myndi segja að það væri klárlega líklegt að liðið til þess að fá sér einhverja breytingu en það er erfitt að segja til hvernig hún verður. Það er náttúrulega bara fylgjast með á face-it, sjá hverju meira að spila með. Já, vissulega, þú veist, þetta eru sjarmerandi gaurar. Já, menn það er fullt af leikmenn sem vilja spila með þessum hóp. Já, 100%. Það er bara, listin er fleiri en 20 nöfn sem að myndi hoppa á tækifæri að spila með. Svo má það líka spyrja sig hvar gamlar hetjur eru staðsettar. Ég meina, hvar er Tony, hvar er Detnund? Ekkert endilega að skipta einhverjum út, heldur meira bara til þess að geta aðeins hrist upp í hópnum, sko. Já, nákvæmlega, bara, þú veist, gamlega, ég vil spila núna því ég er heitur, let's go. Bara svona fá smá svona eins og þetta var bara. Bara dýnamík, þú veist, smá breytingar og halda mönnum hungruðum. Því að þessi gaurar eru búin að vera ansi lengi að spila Counter-Strike og á toppnum bara nýlega og það er bara erfitt að halda stöðum í hungri og það þarf bara smá róteringu til að halda því, sko. Já, þá slúðum við kíkja á liðið í 7. sæti. Þórsarar sitja sem fastast í 7. sætinu akkurat núna eru einu rándi fyrir ofan hafið 2 sigrar, 5 töp, 4 stig og 27 ránda munur. Ekki það sem Þórsarar voru að leita eftir. Nei, heldur betur ekki. Þeir hafa ekki sagt sem við minn en 6-8 stig úr umferðinni. Þeir vilja vinna. Þórsararnir fyrirfram töldu sig að geta unnið alla. Já, þeir hefur sagt við okkur ekki unnið alla en ég er nokkuð vissum að þeir hafa ekki sagt sem við neitt annað heldur en mögulega tapa stigum mótið Dusty Cower og XI. Kannski hafinu eins og það leit mögulega út fyrirfram. Sko. Fyrirfram fannst mér það að vera full mikil bjartsýni miðað við bara hvernig maður horfir á liðið og svona komið með nýjan leikmann inn, tiltölulega ný breyting fyrir deildina og þetta er ný leikmaður á þessu leveli. Já, fá samt sem á Titan líka. Fá Titan, en ég meina, persónulega finnst mér Titan ekki að hafa verið nógu góður. Nei, ég sammála því. Hann byrjaði sterkt. Hann byrjaði mjög sterkt á móti hafinu en eins og við sjáum þá er ákveðið prógram, þú veist, Exi, Dusty, erfið lið til að mæta á útivelli. Síðan taka þær Aurora, vinna þá, KR, en síðan tapa þær tveim leikjum í röð á móti Tindastól og Fylki og það er engin krísa akkurat núna á Akureyri en ég hefði viljað sjá liðið vera búin að þróast aðeins meira. Því að ef við horfum á það sem þeir að pikka mest, þeir að pikka Train og þeir að pikka Nuke, playbookið þeirra er bara ekki nógu djúpt.
Nei, engan veginn, en það breytir því ekki að þeir eru búin að fá að fara í Nuke í 4 af 7 leikjunum sinni. Já, það bara vissulega. Þú veist, banna Inferno á móti Exi pikka Nuke. Þeir banna Inferno á móti, þeir banna Inferno á móti KR pikka Nuke. Þeir fá Nuke þarna 4 sinnum og eru búin að pikka það sjálfur tvisvar af þessum 3 skiptum. Einu skipti sem þeir hafa pikkað og ekki tekið Nuke var bara þegar Nuke að banna á móti Hafinu. Já, og Hafið náttúrulega spilar ekki Nuke, þannig að það er svona... Það var bara gefið, það er bara permabannið. Já. Banni hins vegar búið að vera að flakka á milli Inferno eða Vertigo eftir liðið. Ég skil Vertigoið en þetta gæti alveg verið mjög gott Inferno-lið. Ég held að ADHD sé ekkert rosalega hrifin af Inferno reyndar. Ég held að það sé ástæðan fyrir því, en enn og aftur þá kemur bara niður á því, þú veist, Dom, nýr, in-game lítir í þessu liði. Hann lítur ekki jafn vel út í in-game lítir hlutverkinu og hann gerði þegar hann var lausa. Þú veist, við sjáum mikið mun á honum í bara því sem hann er að skila. Það er bara augljóslega þannig að þetta lið finnst mér ekki vera nógu drillað og mér finnst þetta ekki vera með nógu djúpt playbook til að vera að spila Nuke út af því að þegar innirössið feilaði hjá þeim, þeir komist ekki út á móti Exi til dæmis, þá einhvern veginn bara fjallit sjálft sig. Ég verð að segja eitt. Mér er sniðugt hjá þeim það sem þeir eru að gera. Þeir pikka Nuke á móti liðunum sem þeir eiga að vinna. Þeir pikka Nuke á móti Aurora, pikka Nuke á móti Tindastól. En það er svo mikið eitthvað sem lendir á veggi. Það er svona mapp sem þú getur stratta og farið fyrirfram yfir. En þeir tapa á móti Tindastól? Ég meina, þótt þú tapir á móti þeim þeir ekki endilega að það hafi verið rangt call. Þetta er allt gerst í Counter-Strike, þetta er bara 1 mapp. Það sem ég kom inn á áðan, að í þessu formati þá held ég bara langsniðuðast að velja 2 möpp, stratta þau, spila ströttu möppin á móti liðunum svo 8 að vinna og taka svo pökjumöppin eins og Dust 2, Mirage á móti liðunum sem eru betri þú, taktikli. Þú veist, vera taktikli sterkar í 2 möppum heldur en anstæðingar svo 8 að vinna og notfæraði það. Ég verð að gefa þeim prik fyrir að hafa gert þetta móti, það verðast vera að fylgja þessari reglu eða þessari hugmyndafræði. Ég hefði frekar viljað sjá þá í train á móti Tindastól til dæmis. Bara einfallega vegna þess að ég held að þegar hlutinni byrja að fara til fjandans í train og sérstaklega í terr-sætinu, þar að segja, þegar þú lendir á þessum ákveðna vegg, þá getur þú einfallega bara hent prikinn og ADHD og bara leyft honum að pikka. Þú getur líka bara að fara yfir þetta puck-stæl, bara fara yfir þetta default. Í Nuke þá er það aðeins hærri veggur, ég er sammála því. Já, því að það er náttúrulega bara 2 pikkstöður og þá bara ertu ekki í þar eða þú ert í vörninni í setja, sko. Já, meðan þú veist, á móti Tindastól til dæmis, þá mér fannst ADHD, mér minnir að það sé leikurinn sem ADHD bara, hann var ekki inn á serverinn. Við slum kíkja eins yfir tölfræðina í þessu samhengi sem við vorum að ræða og fáum hérna tölfræði leikmannina. Pandas, nýmaðurinn, ungi strákurinn, neðstur í tölfræðinni. Dom, svo sem með honum þar, Rín þarna er 0,9 KT og 0,9 HLTV, Tæti 0,9 og 0,8, ADHD hins vegar að skila sínu 1,3 og 1,2. Við sáum náttúrulega svona ótrúlega leiki eins og á móti Exi, þar sem ADHD var einhvern veginn 1 á móti heiminum. Vissulega, hann var að taka rosalega mörg fröggana, fullt af exit-fröggum sem að aftur, ég er hrifinn af því þegar vappiðinn tekur smá game time og er ábyrgur með þetta. En hann fær ekki bara exit-frögg, hann er líka, þessi 4. hæðst í entry-fröggum. Já, hann er ótrúlega góður vappi, mjög sjálfselskur og þú verður að virða það að hann er bara, hann veit hvað hann vill. Hann veit hvað hann vill og það þarf að hlusta á það. Og mér finnst það að þurfi aðeins að spila aðeins meir í kringum hann og búa til smá system í kringum hann. En annars finnst mér þetta ekkert vera rosalega mikið krísa þarna eins og ég segi fyrir norðan. Þeir geta alveg lagt þessi lið aftur, þeir geta unnið hafið aftur, þeir geta unnið fylki á góðum degi, þeir geta líka sigrað Tindastól í einhverju mappi, þú veist. Þetta fer bara hingað og þangað. Þetta er allt spennandi leikir. Allir 3 leikirnir sem þú nefndir verða skemmtilegir. Virkilega. Bara virkilega mikla bombur, sko. Eiga líka 4 heimavelli í seinni umferðinni. Búin að vera sem sagt 4 sem útivelli í fyrri umferðinni. Þannig að það eru bara 3 útileikir. Eiga heimaleik gegn Exi, eiga heimaleik gegn Dusty, KR og Fylki. Þeir tapa 3
3 af þessum 4 allavega. Það nefnilega ekkert sérstaklega gott fyrir að eiga þessa heimaleik eftir. Nei, út af því að þau möpp sem að þeir spila. Þeir tapa heimaleik á móti Tindastól. Þeir tapa, rauninni bara leikirnir 2 sem vinna eru heimaleikur gegn Aurora og heimaleik gegn Hafinu. Tapa þarna heimaleik á móti Tindastól og tapa útileik á móti Fylki. Þetta er svona, heimavöllurinn ekki greinlega búinn að vera að nýtast þeim af neinu sérstöku viti. Nei, nákvæmlega. Og ég held að þetta sé bara, þetta er bara lið sem spila 2 möpp eiginlega. Þetta er nú treinlið og þeir þurfa að fara að implementa einhverju öðru. Bara einhverju. En mér langaði það sem ég kasta út á hann með Dom í Engjumlítinu og nú erum við eingöngu að byggja þetta á því sem við erum að sjá, við vitum ekkert hvernig skipulagið á liðinu er að virka eða hvernig stemmingin er eða eitthvað þannig að. Dom var með það fór svo mikið fyrir honum þegar hann var ekki í þessu hlutverki. Í þeim liðum sem hann er að spila með, þá hefur Dom verið bara svona karri. Mér fannst hann alltaf að vera meira svona stallstýpan, hann kom og skilaði flestum eða næst flestum fröggum í flestum leikjum. Þú veist, hann var alltaf alltaf uppi frábær í þessum hlutverkum sem hann var að leysa. Ég meina, munið til dæmis, hann var endur oftast stór fiskur lítið tjörn. Já, vissulega. En við erum bara ekki búin að sjá neitt af því frá honum á þessu tímabil og maður velti fyrir sig hvort að þetta leikstjórnarhlutverk er bara að taka of mikið af honum. Þetta hlutverk eins og Dói þekki manna best. Þetta stundum þegar þú þarft að micromanagea ungum leikmönnum eins og Pandas, þetta bara tekur ansi mikið af augunum á þér frá crosserinum og inn á hluti sem að þú hefur ekkert þurft að pæla áður í. Eins og við vitum, hann er blautur á bak við eyrað í þessu hlutverki á þessu hæsta sviði og þá setur bara boltanum við Dóa. Er þetta ekki bara dálítið stór biti fyrir ungan strák að taka, þú ert að taka Tæt sem að er þarna núna að koma inn í eftir ansi langa pásu, þú ert komið Pandas, yngsta leikmannin í bara deildinni inn á bara eitthvað sem hann hefur aldrei spilað áður og síðan ertu með Rín og ADHD sem eru rosalega fastir í sínu fari. Sko, ég hef unnið með Bergi Tæt áður. Mér fannst það svolítið erfitt. Dálítið svona eins og margir kokkar í eldhúsinu. Getur verið að gerast þarna hjá Þór. Ég kemur líka ekkert óvart að vera svolítið erfitt að vinna með ADHD. Hann alltaf er vappi og er svolítið svona stjórnsamur. Þannig að það getur vel verið að þetta sé eitthvað svona growing pains í stjórnundarhlutverkinu. Getur verið erfitt, mjög erfitt að vera, þú veist, þetta er best one. Þú hefur bara þennan x langa tíma til að landa sigrinum, skilur. Þetta er bara eitt map og stundum þarftu bara að taka Nico á þetta og segja bara shut up. Það er bara þannig. Stundum þarf það 100%. Já, það eru fín lokaorðum Þórsara. Við, höldum áfram með þáttinn eftir örskama stund, tökum hérna smá auglýsingar. Sama hvað þú spilar, við spilum með þér. Þú færð úrval rafíþróttavara í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko. Ljón! Já, konungur dýranna. Þetta kallar á Red Bull. Red Bull? Samt eru aldrei fljótar en ljón. Ég þarf ekki að vera fljótar en ljón. Bara fljótar en þú. Red Bull veitir vangi. Fríðindi, læt á frískupa bílinn minn. Pekur nýskasta við minn, sem fyrir neitt og svo bíja minn. Ströði kortunum, slaga með strákunum, börgurum, með skætin der. Stakkandi bútur í bungu, kastandi hvernig og æsland der. Þú að skýrið alltaf bestan þess að það sé fóktýr. Gerum eitthvað skemmtilegt í vinuhópi Ólís. Ólís, vinur við veginn. Okay, team, follow my command. Get in position and wait for my go.
Já, velkomin aftur. Búin að fara yfir 3 liðin sem að deila því vafasama að vera neðstu 3 liðin. Þetta er svona, eitthvað allavega. En það er komin tíma á að halda áfram og það eru nýliðar í 5. sæti. Já, nýliða Tindastóls búinn að skjótast upp í 5. sæti, var spáð fallsæti í upphafi, eru með 2 sigra, 5 töp, 4 stig og 22 ránd í mínus og sko, eru held ég ekkert brjálæðislega ánægðir með hver þeir eru akkurat núna. Miðað við hvernig allt er búið að spilast, en fyrirfram hefði ég tekið þessu fyrir það? Fyrir tímabili, já. Já, 100%. Þá væri ég bara ánægður ef ég var í herbúðum Tindastóls að hafa staðið mér svona frábælega vel á móti þessum erfiðu liðum og koma náttúrulega undirbúnir til leiks á móti þessum stóru liðum. Kíkjum aðeins bara yfir leikina og við verum að tala þetta. Ég meina, þú veist, taka strax 10 ránd af KR í fyrsta leik. Það kom óvart. Taka 12 ránd af Dusty í öðrum leik. Það kom ennþá meira óvart. Og vinna svo Fylki á heimavelli í 3. leiknum. Já, virkilega góður leikur þarna sem að var í rauninni Fylkis að tapa í þeim leik með alveg geggjuðu klötsi og þvílíkum mistökum hjá Fylki sem að við förum yfir aðeins á eftir. En aðalleikurinn er þetta tap á móti Aurora. Þeir eiga að vera með 6 stig, sko. Þú veist, þeir eiga að vera með 6 stig, þeir pikka Dust 2. Ef þú kíkir yfir mappúli sem þeir að spila, Overpass, Inferno, Mirage, Vertigo nú, hvar er Dust 2? Af hverju voru það að pikka Dust 2? Af því að fyrirfram töluður að þeir séu anti-stratlið og þeir eru bara það ungir og ekki það reyndir í þessu að þeir halda að þeir geti anti-strata í Dust 2. Það er bara... Ég skal lofa ykkur öllum, það er ekki hægt að anti-strata einn í Dust 2. Þú getur anti-strata fyrsta rándið. Fyrsta rándið ef þeir rönnaði alltaf. Tom er reyndar anti-strataði mig í Sjómannssonu síðast Dust 2. Já, það er náttúrulega ekki Counter-Strike, ekki sama hægt og við erum að tala um. Tommi, heyrðu hvernig hann talar þig? Anti-strataði? Ég er að tala um þig, Kristján. Þú valdir 4 vappa með þér og tókst sjálfur vappa. Og hvernig endaði þetta? 1-1. Ok, heyrðu, hérna... En nei, bara á þessu, ef við bara lítum yfir Aurora. Vann ekki Dust 2? Þú pikkaði Dust 2. Ég reyna að gleyma. Ég vann Dust 2, það ekki? Þú vannst Dust 2, já. Ég var að segja út í hann anti-strataði mig. Já, bara fyrir... Ég var að hrósa þig, Tommi. Já, ég var ekki neitt að segja. En hvernig fór þetta seinnileikurinn? Hann hafa tap í train. Ok. Vappamappi. Getur þú anti-strata lið sem hefur aldrei spilað Dust 2? Dói, nennir þú að hætta að vera svona rosalega góður í þessu öll saman? Ok, sorry. Ef við förum aðeins yfir bara þetta og þú talar um anti-strata, svo ég veit með öll blöðin hérna bara að fara yfir þetta. Þeir eru búin að pikka upp Dust 2, þeir velja Dust 2 alltaf þegar geta og Aurora. Þannig að þá á að vera eitthvað brjálæðislega sniðugt að fara á móti þeim í Dust 2 og þetta er eitthvað svona sem að, þú veist, við vitum að Dusty vildi gera á móti KR og eitthvað ennlega. En er þetta ekki bara pínu ofmat hjá Tindastól? Jú, þetta er mjög gott Inferno-lið. Þetta er ágætis Overpass-lið sem að lagði bara ágætis lið Fylkis í Overpass. Af hverju farið ekki bara styrkleikana ykkar? Ég held að þetta sé bara learning moment að vera ekki að reyna að anti-strata lið sem spila Dust 2. Já, það er bara 100%. Bara lið sem spila Dust 2, sem verið í Dust 2. Blessunlega fyrir þá er þetta ekkert svo dýrt út því þeir stóðu svo vel í hinum leikjunum. Þannig að þeir eru á fínum stað. Þeir væri bara á svo frábærum stað með 6 stig. Já, bara það er himinn að hafa að vera komið þennan sigur. Ég meina, þetta eru bara x margar umferðir og hvert stig telur fyrir liðið. Ég veist þetta með það er ekkert gefið að þeir vinni til dæmis hafið í seinni umferð þótt þeir hafi náð að knýja fram ég ætla að segja Þór í seinni umferð og þeir hafa náð að knýja fram sigur á móti Þór. Þeir eru ekki eitthvað gefni með það að fara að knýja frá sigur á móti Fylki, en kannski verður þetta brjálæðislega dýrt fyrir ykkur staði. Og svo fáður örugglega Aurora aftur í seinni. Já, og þá er Aurora á heimavelli. Já, hvaða mappa ætli verið að spila þá? Ég myndi ekki Dust 2. Já, ef það verður ekki bannað, allavega. Þú voru ekki öðrun að banna þetta, við erum búin að tala um þetta. Bönnið er búin að vera líka svona ýmis, Mirage, Train og Train og Train. Það var villa henni í skjálnu, það er bara Train sem er búið að banna hjá þeim og þeir vilja bara ekki spila Train. Já, ég meina, það er bara preference.
hver lið, þú getur ákveðið hvaða mappa vill ekki spila og Crane alveg slemt á hvert annað mapp. Já, þannig sé dálítið puggy fyrir Íslendinga þannig að svona skiljanlegt svo sem að bara vil ekki fara í Train. Mér finnst svona skrítið að vera anti-startlið og spila ekki Train. Já. Kíkjum aðeins yfir tölfræði leikmanna í liðinu og hérna erum við með Móral á 0809, hann leikstjóðandi liðsins, hann eitthvað skuggamaður hérna hjá okkur í dag. Kelly Turbo 0809, leikmaður sem svona búinn að vera svolítið á stóra leiki en svolítið atkvæðalaus í öðrum. Hóseder 0909, en eins og eru bæði Jón og Chris í jákvæðu KT. Þeir eru allir mjög nálægt hver öðrum í HLTV-rating og KT. Það er jákvæði punktur fyrir lið. Hversu nálægt ykkur öðrum. Ég myndi hvetja á til að gera ekki neina breytingar og halda áfram að vinna í bara sér sem lið. Já, gerðu náttúrulega stóra breytingar frá Chris sem efstur hjá þeim akkurat núna. Jón búinn að stíga bara mjög vel upp í þessu sísoni sem bara mjög góður vappi, góður ræfler í Hóster, Kelly Turbo svona á supportive side svona hlutanum á skalanum og Móral bara þokkalegur engin lítir, þannig að þeim líður bara akkurat vel núna, þurfa örlítinn tíma meir til að svona stimpla sig inn í mappúlinu og reynslu til að taka svona réttar ákvarðanir í vídeoprósessinu og svo framvegis. Það verður mjög áhugavert að sjá hins vegar þetta lið spila best of 3 seríu og móti svona svipað rönguðu liði, hvert við erum að fara. Þetta hentar núna. Best of 1. Heldur betur. Líka þess að þú getur hort á upptökurnar af öllum andstæðingunum og skoða á. Já. Og það er alltaf eitthvað sem í þessari deild. Liðin hafa ótakmarkaðan aðgang að öllum leikjum, öllum demóum, allt handlað. Já. Þannig að það er ekki, lið sem ekki að mæta nægilega tilbúin og við erum talað um þetta, við erum ekki til Tindastól núna, en það eru bara sum lið í deildinni sem hafa bara ekki verið að mæta nægilega tilbúin í leiki. Afsökunin liggur ekki í því að það sé ekki aðgangur að efni af andstæðingunum. Já, bara vantaði demo, bara messageaðu mig, ég skal finna öll demóin sem í boði fyrir bara senastu 3 season. Þetta á við allar neðri deildir líka. Tommi ætlar að vera bara official, þið sendir bara á skilaboð. Hvað er Twitter handle? Tommi _78. Já, sendu hann, hann reddar þessu. 78 model. Hérna, en ef við förum, ef við ræðum aðeins bara leikmennina. Chris búinn að vera algjörlega frábær á tímabili. Bara bomba. Þetta bara virkilega hæfileikaríkur ungu leikmaður sem að bara kom eins og þrjumár heiðskíru lofti bara inn í senuna bara í fyrra. Já, Chris búinn að vera bestur í þessu liði, en hann ekki búinn að vera neitt afdrifandi bestur. Þeir eru allir mjög jafnir og það ég svo spenntur að sjá að liðin sem allir eru svona jafnir í þeir enda einhvern veginn alltaf á því að vera svo sterk heild og haldast lengur saman heldur en önnur. Já, það mjög góð punktur reyndar að líka þessi strákar eru búin að vera lengi saman, bæta síðan Chris við og það verður spennandi að sjá hvort að Chris endist í þessu liði því að hann er búinn að fara núna í gegnum 3 eða 4 lið þannig að það svona við erum með gamalt og gott nafn yfir þetta en Látum það ekki sorpi. Nei. Það var eitthvað flökkus að komin að ganga sín tíma. Móral vildi stíga út úr í Gellhlutverkinu. Eitthvað heyrt meira af því? Nei, nefnilega ekkert en ég sé ekki ástæðan fyrir ættu að breytingu akkurat núna. Er í fínum málum og aftur, tapa þeir tapar þetta eina leiknum sem átt að vinna. Ég er ekki hrifinn af því. Þarna Dói getur klárlega talað um það að þú ert bara fæddur í þetta hlutverk. Þú ert bara þetta hlutverk. Þú ert bara ingemlítir. Ef þú vilt stíga fara á hlutverkinu, það er einhvern veginn, það er svo skrítið einhvern veginn. Ég efast að Dói myndi einhvern veginn að fara í liðið bara, ég ætla bara að vera frakkir, ég ætla ekki að vera ingemlítir. Ég er ofstjórnsamur, ég gæti það ekki. Ég væri byrjað bara að segja allir hvað það er að gera. Þetta er bara ákveðin típa af leikmanni. Þú veist, ég endist í kannski eitthvað ár eða eitthvað sem ingemlítir, en þá bara, þú veist, í einhverjum loosey-goosey sænskum playstíl, sko. En þegar þú byrjar að setja upp, þú veist, leikjaprógram og eitthvað, þetta er hlutverk sem og er bara stærsta hlutverki í liðinu. Þú ert manager, þú ert sálfræðingur, þú ert að fara í gegnum vídeoprósessin, öll demóin og allt. Þetta er rosaleg vinna, en maður er bara fæddur í þetta. Og það er bara þannig. Þú annarkvort þetta típan í þetta eða ekki og ert að stíga frá, það segir mér bara, þú ert ekki tilbúin í þetta hlutverk þá. Þurfa Tindastóð að gera einhverjar breytingar í glugganum? Ég segi nei. Ég er sammála því. Þið eru rosalega passífir í þessu. Þetta er bara nákvæmlega sem við vilja hafa allt.
Já, ég meina, við skulum sjá til þegar lengra fer. Nei, menn þeir eru með breiðasta roster í deildinni, það eru 8 manns á lista en ég er samlega, það sem maður horfir á þarna, það er líka einhvern veginn sko, leikliðin virðist vera svo mikil, þú veist, mér langar ekkert eðlilega til að heyra einn leik sko, vera á Discord með Teamspeak eða whatever á meðan og heyra bara samskiptin, því að mig grunir að það sé mikið öskrað og fagnað þarna. Það er þetta og þeir og eitt annað lið sem ég væri ógeðslega mikið til í að bara hlusta á komsinn og svona, hittir Fylkir. En þú veist, ég held að þetta sé mjög peppað lið og það getur verið bæði gott og vont, vissulega, þú veist, ef þú ert of hæpaður og síðan slökkt í þér, þá það er ansi stingur. Óþægileg þögn sko, það hjálpar aldrei. Það er úþúld. Það er rosa skrítið ef alltaf einir hressingaðinn í partíinu þegar allir hinn eru komin í eitthvað svona frekar rólegt sko. Það er óþægileg tilfinning. Eitthvað sem við bæta við Tindastól eru í 5. sætinu eins og stendur, eru með 22, kannski eitt þar sem ég ræða, með mínus 22 stig, með þessi, 22 ránd, með þessi 4 stig, náttúrulega sem er búin að skila þeim, er að til dæmis stærsta tapið þeirra er 16-7. Það er eitt. Öll hinn þá náður í meira en 10 ránd. Ná í 10 ránd á móti Káringum, ná í 12 á móti Dusty, ná í 12 á móti Þór og 11 á móti Aurora. Þannig að það er alltaf að vera skilin sem rándum á blað. Þannig jafnvel þrátt fyrir að búin að tapa hérna 5 leikjum, þá eru bara 22 rándi mínus. Og þá förum við bara aftur í það. Augljóslega þá er að koma undirbúnir í leikina til að skila þessu. Já og nei. Ég vil ekki vera að taka of mikið frá þeim, en mér finnst bara eins og hvernig leikurinn og metað er í dag, þá er ekkert óeðlilegt við að rándin geta farið, þú getur verið með 6, þú getur verið með 12 og það er raun og verið engin munur á þeim. Það er bara litlu hlutir sem að gerast í leiknum, handahófskennt og með peningakerfið eins og þeirra sem getur keypt oftar, þá eru miklu meiri líkur að ná rándum að betri andstæðing. En eins og peningakerfið er núna, af hverju tók þá 12 ránd að koma að vappa í hendunar á Jóni í Döstu? Já, hvað var það? Ég skil þetta ekki. Ég held að það hafi verið líka bara 17 ránd. Þú varst líka orðinn pirraður bara að horfa. Ég var í alvörunni mjög pirraður að þú ert í Döstu. Þetta var líka báðum meginn var eitthvað svona speslutur í gangi, sko. Ég átti ekki til aukatekið orð af hverju gæinn sem er búinn að skara fram úr sem geðveiku vappi er bara hlaupandi í Döstu bara með engan vappa. Herru, síðan bara förum við í double-vappa á miðju og B. Sko, okay. Það er eitt sem ég langar til að hrósa Tindastól fyrir og annað sem ég langar pínu til að lasta á fyrir. Að lasta á, minnst þér oft vera yfir og lenda á vegg einhvern veginn og lenda undir og fara þá aftur í gang. Vera vel yfir, jafnvel. Hins vegar, þegar þeir eru liðir sem er að elta, þá hleypar einhvern veginn, alveg sama hversu mikið momentum swing er með andstæðingnum, þá eru þeir alltaf líklegir. Það er greinilega rosaleg svona sigla í þeim alveg fram að síðasta rándi. Já, þeir vilja ekki gefast upp. Þeir unnu fyrir þessu tækifæri að vera hérna og þeir alltaf nýta þetta til fullustu allavega. Klálega, eina ástæðan okkur mér finnst þeir að stekka saman og halda áfram. Já, það er kannski ágætt að stoppa bara við það. Við kíkja á stöðutöfluna á lengra haldi. Við erum búin að fara yfir í neðri hluta töflunar, toppliðin eftir og já, ég er náttúrulega búin að spoila þið þá, en þá ætlum við að fara að tala liðið í 4. sæti. Já, Fylkir í efri hluta töflunar með 3 sigra í 4. sæti, 6 stig og svona fyrirfram lið sem er erfitt að staðsetja. En eru kannski bara akkurat á staðnum sem þau áttu að vera á. Tóku í svona fyrirfram, kannski pínu óvæntan sigur á móti Þórsurum núna í trein í loka umferðinni og eru svo búin að vinna Hafið og Aurora. Þeim líður bara ansi vel akkurat núna. Ég verð að segja þeir eru komið rosalega óvart. Já, bara hversu... Þetta lið? Já, þetta lið hefur komið óvart. Mér finnst þið verið að spila betur heldur en ég var að búast við og bara hrósti þeirra. Kíkjum aðeins yfir leikina hérna áður en við höldum lengra eins og við varum að tala um. Vinna í fyrstu umferð á móti Aurora, tapa svo á móti Káringum 16-7, tapa svo á móti Tindastól í Overpass 19-16. Þetta kom rosalega óvart samt sem aður á þessum tímapunkti. Ég hélt í alvörunni að þetta myndi svona vera sleggjan sem að myndi svona koma þeim út á sporinu í rauninni en
þeir héldu áfram og það sem þeir að gera allavega, þeir með þetta addition og breytingum og í liðinu, in-game líderinn kominn á Hugo núna og Birnir alltaf kominn í liðið sem svona auka fraggar með Vika. Þetta bara virkilega skemmtilegt lið að fylgjast með. Þeir eru augljóslega líka að setja meira púður í undirbúninginn Klálega, Hugo greinilega kom inn bara á mjög sterkan hátt og ég meina að ná í 11 rándum móti Dusty, vinna Hafið, ná í 10 rándum móti Exi og vinna svo Þór 16-7 og bara með, þú veist, þeir eru með -4 ránd. Sko, mér finnst þessi leikur á móti Tindastóls eða tapa ekki koma það mikið óvart. Ég meina, þetta er á útivelli, óvipass, vitum við hvort þeir spila mikið óvipass? Er það ekki bara svona? Þetta er allavega eina skipti sem spilu óvipass í deildinni. Já, það er sem að segja, skilur. Þeir eru á útivelli, þeir fara í óvipass mótið þeim, mista acceptable. Þeir voru mjög ónæðir sjálfur. Höstuðu þessum leik svo mikið frá sér. Leifum Hugo bara að segja okkur frá eftir hvernig það kastaði þeim frá sér. Bara í alvörinni að, við ræddum þetta eftir leik, þegar þú ert kominn í 5v2, þá áttu að labba inn á site og rífraga. Tala um í 5 minu, já, þetta var glórulaust og bara svona mistök sem þú gerir þegar þú ert ekki að taka þessu nú alvarlega í raun. Það leikurinn bara búinn. Já. En þú veist, bara þeir mögulega byggust ekki við því að vera líka bara í þessari stöðu. Þeir voru komnir þarna sigur á móti Rora, þeir voru komið 2 stig í hús, voru þarna að fara að leggja líða velli, vantaði kannski smá reynslu að vera inn á server og ekki vera underdog því að þeir hafa bróðurparturinn af öllum seasonunum sem að þeir hafa verið að spila, þá eru þeir bara underdogs í eiginlega öllum leikjum sem þeir spila og þeim kannski leið bara ekki rosalega vel. Þau þurftu reynsluna og já, hún virðist vera komin að skila sér með 2 glæsilegum sigurum eftir á. Sko, annað líka með þetta lið, þetta er alltaf rosalega ungt lið. Þú veist, elstur í liðinu Birnir fæddur 98. Svo þetta er 99 og 2000. Ég var að spila töluleiki 98, sko, þetta er rosalegt. Já, ég líka. Töluleiki bara 92 eða eitthvað. Já. En þú veist, að öllu gríni, þá bara þetta er ungt og spennandi lið og mér finnst einhvern veginn búið svo gaman að fylgjast með hvernig allt lið er að stíga upp. En ef kíkjum aðeins yfir leikmennina, því að Viki er náttúrulega búin að vera frábær. Viki hefur verið frábær í rauninni bara flest season sem við hefum verið að spila. Geggjaður vappi. Klálega pekari frá seinasta seasoni. Já, geggjaður vappi og það sést hvað hann þurfti mikið svona einhverja hjálp. Birnir kemur þetta inn í liðið, er búinn að vera geggjaður í opnunum sem actually komið fyrir einhverja óvart því að það var svona orðspor á honum að hann væri ótrúlega mikill beiter en þau ránd sem hann er á opnunum í rándum, það er bara, hann er pivotal fyrir sigur í því rándi. Sko, hann er ekki bara með hæstur með KT í liðinu, hann er líka hæstur í endurfrökkum. Viki? Já, Viki deilir 4. sætinu með ADHD. Já, það er rosalega svona Vappalegt. Já, þetta er með Rafleið sem hann hæstur líka vappi. Já, en meina, þú veist, hvað er Birnir á þeim lista? Birnir er ofalega fyrir miðjuminni mig. Hann er með mjög hátt RFS allavega. Já, hann stendur sér mjög vel í rándu sem þeir vinna, sem er RFS, round win score. Já, sem að, þú veist, þannig að segja mér að augljóslega þegar hann er að eiga þátt í máli, þá er að segja rándinn. Og mér finnst hann ekkert, þegar ég hugsa það á hans að hafa einhverja statistík yfir það, þá er hann ekkert rosalega oft í einhverju klötsi eða neitt þannig. Hann er að eiga þátt í máli bara strax í byrjun rounds eða í miðjupart rounds. Svo second or side guy sem er að klína upp og hann er einmitt ekkert alltaf lifandi í clutch situations sem er að leiðalegt. En Tómi, hver er eftir búin að lagast þér í þessu liði á seasoni? Þegar ég horfi yfir listan, þú veist, yfir statistíkina, þá kemur á óvart að Eik er ekki ofar. En ég get eiginlega ekki bent neitt á, mér finnst þeir allir vera að stíga upp frá senustu seasonum. Hafa verið ótrúlega jafnir. Þetta eru leikmenn sem hafa verið í liðum þar sem hafa verið yfirleitt einhver svona, þú veist, alveg frá þetta var bara gót, þú veist, Mikasólmur að toppfragga hvern einasta leik einhvern veginn og bara einhvern veginn svona búin að vera svo mikill vöxtu, ef ekki frá að vera Keflavík ætla að segja, búin að vera svo mikill vöxtu bara í öllum hópnum og þessi liðsheild bara, þetta eru skemmtilega leikir yfirleitt. Ef ég þyrfti samt að benda. Ég er beðið að gera. Snær. Er það? Já. Ok. Ég verð að setja þetta á Eika. Eiki
Mér finnst hann ekki verið nógu góður í að ankora þessi sæt sem hann er að halda á. Hann alltaf að taka þessir erfiðustu verkefnin í liðinu virðist vera. Já. En mér finnst hann ekki búið að skila þeim tölum sem þú átt að gera þegar þú ert að taka þessi erfiðu verkefni aðeins. Í liðinu settu besta leikmanninn á erfiðasta stað. Ekki vera að gefa einhverjum rosalega auðvelda pósu, notaðu sterkasta manniðinn til þess að halda erfiðasta staðinn. Já, vissulega. Þú veist, þarna kannski hann bara með rosalega stóran bita sem hann ekki að höndla ekki hann að spila sólósæt eða? Já, hann er spilað sólósæt, hann er með lægstu entry flags í liðinu, frekar neðarlega í því, frekar neðarlega í rating líka með við restina af deildinni. Já. Mér finnst það samt vera að standa sig bara ágætlega. Bara heilt yfir. Ég þyrfti eiginlega bara að rýna í þessa tapleiki frekar heldur en að benda en Gregi Snær, ég kasta hann myndir út hana. Búinn að pikka Nuke, Train, Vertigo og Train í sínum leikjum, búinn að vera að fá bönnin hérna Vertigo, Mirage, Nuke og Vertigo á móti sér. Þannig að greinilegt að, Vertigo er náttúrulega svolítið permaban bara hjá sumum en einhvern veginn ekki farið að targeta á alveg, eru greinilega með nokkuð upp í boði og Hugo greinilega bara eins og segir að gera flotta hluti með hann hóp. Eitt sem er mjög áhugavert hins vegar við, þú veist, einmitt, þú ert að tala um lið sem er rankað frekar neðarlega og er með ákveðna súpu þarna fyrir neðan sig, þá eru þeir með bara flott mappúl með við það að vera á þeim stað sem þeir eru. Því að þeir eru með þetta wildcard pick í Nuke, þeir geta spila Nuke, þeir geta spila Vertigo, þeir þurfa targetbönnuna móti sér sem er rosalega sterkt þegar þú ert á þessu kaliberi í deildinni og sem að opna svo mikið fyrir þeim, sem að mér finnst mjög áhugavert að í rauninni rýna í. Þú veist, að geta spilað Vertigo þægilega er óþægilegt fyrir sum lið og þau bara henda þau út bara strax. Þannig að það er mjög skemmtilegur svona angul til að líta á með Fylki, að þeir fá þetta aukna frelsi þegar þeir eru að velja möpp. Það besta við Fylki og það skemmtilegasta sem mér finnst að gera því að horfa á, þú sérð að þeir eru allir að hafa svo rosalega gaman. Já. Þeir eru að spila Counter-Strike og þú sérð að þeir vilja vera þarna. Það er að horfa þá á hafið, það er dagur og nótt. Þetta er bara ástin á leiknum og svona, wow, ég vildi vera á toppnum aftur. Eitthvað svona mjög skrítið. Bara, þetta er eins og þú segir, þú sérð alveg, þú veist. Þú sérð það bara í spilastil. Ef þú myndir fara á Teamspeak hjá þeim, þeir eru bara hlæjandi, skemmtilegir, bara, þú veist, og það er bara svona ákefð einhvern veginn yfir andanum hjá þeim og það er bara skemmtilegt að sjá það og líka ég er svo hrifinn af því að hafi ekki tekið þetta stökk að taka þetta meira alvarlega, greinilega hafa þennan auka tíma sem þarf til að setja smá meiri púður í þetta, fara all in, mjög ánægilegt að sjá og þeir eru að fyllilega skilja að vera hérna í 4. sæti. Já, við Tommi stukkum til bara stuttu eftir síðustu umferð ákveðum að ná leikmönnum bara heitum úr loka umferð fyrirhlutans og tókum viðtöl svona eins og COVID-tímar bjóðu upp á helgina. Kíkjum á þetta er Hugo. Fylkir í 4. sæti í hálfleik. Ertu ekki bara þokkalega sáttur með þá stöðu sem eru í akkurat núna? Jú, ég held að það sé markmið sem við settum á okkur og við erum að halda upp í það markmið. Eru búin að vinna öll liðin fyrir neðan einhvern nema 1, kannski svona óvænti sigrar, jafnvel á móti Þór og Hafinu fyrirfram, en nú áttu Þór í síðustu umferð og vinni þá hvað, 16-7 það ekki? Mér finnst það ekki að vera óvæntir, en þú veist. Þér áheldur ekki að þykja óvænt, það var rugl. Þú veist, já, mér finnst ég leggja nógu mikið inn í þessa leiki í undirbúningi til þess að þetta eigi bara að vera sigrar. Er það þar sem við erum að sjá hana vöxt? Er það undirbúningun? Er það bara hversu tilbúið liði mætir í leik? Já, við erum að æfa, við erum með strött núna, við erum ekki bara að hoppa inn og gera bara eitthvað. Við erum að undirbúa okkur, við erum að skoða andstæðinginn og þú veist bara ákveða út frá því hvernig við viljum spila. Er ekki líka að lesa rétt í því, menn þessi hópur er bara einn þéttu vinahópur. Þið gerir rosa mikið saman bara utan þess að spila CS eða ekki? Jú. Þetta er orðið mjög góða vinur minn núna, síðan ég kom inn í þetta alveg í senast tímabil. Hvernig hefur það allt svona verið að ganga núna? Ég meina, þú veist náttúrulega, eins og segir, kemur nú síðast tímabilið, þeir eru búin að spila saman núna í eitthvað tæpt ár.
Eða svo, eða hálft ára ætla ég að segja, maður ruglast alltaf út af þessum tímabilum. Já, ég svona 8, kannski hvað, 7-8 mánuði eða eitthvað, ég veit það ekki. Þú veist, erum við að sjá til dæmis einhverja breytingar á þessum hóp núna í glugganum? Ætlaði að bæta í rosterinu eða eitthvað álíka? Nei, alls ekki. Nei. Þeir náttúrulega voru með Sömmi sem varamann daginn, kom inn í leik fyrir ykkur og gekk þannig sér bara ágætlega, en það var erfiður leikur. Já, það var náttúrulega erfiður leikur sem að tapast, en svona, ég talandi þann leik, talandi líka fleiri leiki þegar við erum rosalega fram og tilbaka hjá svona momentum svingið rosalega mikið. Það ykkar megin eða það mótherjarnir, þú veist, eru þið bara svona mikið stemmingslið að þið getur lent í að lenda undir, svo rífið ykkur í gang og þá eru þið bara óstöðandi? Ég held að bara snýst eins og í Excel-leiknum til dæmis, þá vorum við gott gameplan og það byrjaði að virka vel. Svo byrjuðu þeir að breyta til og við náðum ekki að breyta til nógu vel á móti. Þá fer náttúrulega momentumið með þeim. Og þeir eru bara reynsluboltar og vita alveg hvað þeir eru að gera og spiluðu mjög vel. Það líka voru nokkur sem áttum lélegan dag bara sem einstaklingar. En svona, við erum, já, kannski momentumlið, kannski ekki, ég veit það ekki. Ég veit ekki alveg hvernig að lýsa okkur. Við bara spilum okkar leik og sjáum hvernig það fer, sko. Mér langaði að segja, ég veit að Tommi að bíða eftir að geta spurt út í einn ákveðin leik og þú varst að tala um að mæta reynslu boltum, þeir mæta reynslu minnstaliðin og tapamótin í Tindastól. Leikur sem að ég veit að þið voru mjög ósáttir með að tapa fer í framlengingu var það ekki, í overpass, ef maður rétt. Segðu mér aðeins frá þeim leik, var þetta vanmat? Nei, alls ekki. Við vitum alveg hvað Tindastól getur gert og hversu góðir þeir eru. Ég held að þetta er bara vandamál sem við strákarnir hafa margir verið með og vera stressaðir. Og mér er þess að þetta sem að líta og sérstaklega ef við erum að líta og við erum alveg að fara að klára þá kemur svona uppbyggð spenna og bara stress og þá endar á því að fólk gerir mistök og við gerum mistök og við töpum leiknum. Það er bara jafn einfalt það er. Eitt sem er mjög skemmtilegt að sjá, þú veist, að með viðbótinni á Birni og tilkomi þess að fyrir að leggja miklu meiri tíma í spyrnuleikar með æfingum og koma inn með gameplan, þá sjáum við liðið algjörlega taka stakkaskiptum. Hversu stórt hlutverk er Birnir sem partur af þessu liði? Birnir náttúrulega bara stóru leikmaður í þessu liði og hann á sína leiki, en hann náttúrulega ekki. Við erum bara lið, við erum 5 liðsmenn og við spilum saman og við vorum alveg með góða gæja fyrir, við vorum með Dom og Chris sem eru mjög góða leikmenn líka. Ég held að það hafa ekkert endilega, lausnin hafi ekkert verið Birnir, ég held að lausnin hafi verið að við byrjum að taka þessu alvarlega og við byrjum að æfa markvisst og við byrjum að hugsa út í leikinn okkar og gera plön og spila saman betur. Af því við fórum í leiki án þess að úthugsa það og æfa og eitthvað, þá gerðum við bara eitthvað, þá dóum við bara og töpuðum. Tek líka eftir að í þessum stóru 3 sigurum sem þeir eru með á móti Hafinu, þeir eru með á móti Aurora og á móti Þór, það er alltaf nýr leikmaður sem að toppfragga hjá okkur. Þú veist, það er þú sjálfur, það er Viki, það er Birnir, þannig að svona það er eins og þetta kerfið sem við erum konum með, þetta er að leyfa aðeins fleiri leikmönnum að skína. Við sjáum líka Eiki sem að var þekktur fyrir aðra hluti en að vera stór fragger, alltaf komin inn sem bara risastór partur af liðinu og að gefa meira pláss fyrir þessu. Eiki líka bara svo mikilvægur að því öll lið þurfa svona leikmann þar sem einhverjar þessa leiðilegu bombsæta og spila leiðilegu stöðunar á terr. En það opnar upp fyrir aðra til þess að standa sér skilur, að koma sér í góðar stuður til þess að fá fram. Þú hlýtur líka að vera þokkalega sáttur með það að þið náttúrulega búin að krækja fyrir líka útivallasera. Við erum núna í næstu umferð og Aurora heima, þið eigið Tindastóli heima í seinni umferðinni, þannig að eitthvað svona, þetta lítur allavega ágætlega út fyrir eitthvað við að fara eitthvað vel yfir 10 stigin ef þið haldið rétt að spila. Ég held að markmið okkar sé 14 stig. 14 stig, það er bara næsta spurning sem átt að koma, þannig að Hugi, takk fyrir spjallið og ég hlakka bara til að fylgjast með ykkur áfram. Yes, takk fyrir. Já, Hugo hress, Tommi. Já, hann var bara þokkalega hress allavega, bara
ánægður. Allavega ánægðurt að heyra að þeir gera sig grein fyrir því að mistökin koma af reynsluleysi sem við vorum að tala með Tindastólsleikinn. Þetta er bara leikur sem að þú þarft bara að hafa bara calm of mind og bara vita hvað þú ert að gera. Þarft ekki að gera neina krúsidúllur, bara labba á niður og sýna smá reynslu. Þetta er bara eins og í golfið, þú tapir þetta inn, bara rétt tapa. Já, nákvæmlega. En þeir gera sig grein fyrir þessu greinilega, þannig að það er bara mjög ánægjulegt að það sé til staðar og þau geta þá lagað það. Já, það er bara fín lokaorð. Þá spennum við til kíkjum á 3. sætið. Exi í 3. sæti eru með 5 sigra og 2 töp. Eru þarlandi með 10 stig í 3. sætinu, 23 rándi plús. Allt bara í blóma hann í Garðabær. Ég held að þeim líði bara freka vel akkurat núna. Þú veist, þeir að sjálfsögðu vilja vera herri og vilja vera á toppnum en mér finnst 3. sæti bara að vera bara henta þeim vel. Þeir eru að spila örlítið fyrir neðan Káringa og örlítið fyrir neðan Dusty þar alveg líka en þeir eru alveg höfunu herri heldur en öll liðið fyrir neðan allavega. Þetta er svona, já, þetta er 3 hæsta keppni ef maður spáir í þannig. Förum aðeins yfir leikina hjá þeim, byrja að tapa móti Dusty stórt í fyrsta leik. Já. Það er raunverulega eina svona, stóra tapið því að hitt tapið var svo bara framlengingatap á móti KR. Tvöföld framlenging á móti KR. Tvöföld framlenging, fokkbót. Vinna síðan Þórsara í öðrum leik í Núk, taka svo Aurora í Dust 2. Tap móti KR í Inferno, vinna Tindastól í Vertigo, Fylki í Núk og Hafið í Mirage. Og ég hafa svolítið svona verið að hallast að Núk hafa pikkað það tvisvar, pikkuð Inferno í hinum heimaleiknum sínum. Bannið er að virðist að hafa færst frá Vertigo yfir í Overpass. Sko, ef við rýnum aðeins í fyrsta leikinn, bara Dusty á móti Exi, þá sjáum við það að það er pikkað Overpass inn í þá. Það hefur klárlega ekki hjálpað þeim að Dusty fengi að spila best of 5 seríu á móti þeim og alveg sko bara nokkrum dögum fyrir og fá algjörlega feelingin fyrir því hvernig Exi spilar, hvar veikleikarnir liggja. Þeir náttúrulega leggja Dusty á velli í Inferno. Ok, bara fyrir ekki Inferno. Spila mjög close Dust 2 á móti þeim. Ok, fyrir ekki Dust 2. Hamra þá í Overpass. Pikk bara Overpass á móti þeim. Klárlega. En Exi er samt lið sem er með djúpt map-pool og það er spurning hvort að það hjálpi þeim ekki bara líka að vera að spila svona móti Dusty. Já, vissulega, en ég held að mörguleiti þá hendi Vertigoðum betur heldur en Overpass nokkuð tímann, þannig að... Mér langar bara að sjá hvernig leikurinn hjá Exi fer, af því ég kemur ekkert á orð að það gæti... Það er bara næsta föstudag. Búm, það verður geggjað. Ég hef svona hugmynd hvert að fer allavega og Inferno? Ég veit það ekki, Það var hugmyndin, right? Kannski. Ég meina, þú veist, þeir spila virkilega gott Inferno, spila virkilega vel önnum upp líka sem að það eru 2 sem komið til greina og ég ætla ekki að nafngreina það hérna fyrir neitt en ég held að Exi gætu strítt Dusty í því mappi. Það er eitthvað tóma að vera með eitt svona ónefnt svo fyrstæðin, þetta var það sem ég ætlaði að tala. Ég er mjög hreinskilinn, ef þetta fer eitthvað lengst út í sjóinn þá viðurkenni ég hann fúslega, en ég efast að Exi sé liðið sem að vilja fara eitthvað svona, við dróðum þetta bara á allt í einu og eitthvað, nei. Þessi top 3 liðin, þau eru öll það góð, þau geta búið til í raun og veru nýtt mapp og mjög hratt og farið yfir möpp mjög hratt. Þannig að það kemur ekkert óvart að mappið væri endilega ekkert Inferno, en maður finnst alltaf svo líklegt að þeir fari í comfort pickið sitt sem að ég myndi halda að var Inferno á þess að hafa neitt fyrir því. Sko, er ekki Exi lið sem spilar einmitt frekar á það sem þeir vilja spila heldur en á mótherrum? Spila frekar á þægindin heldur en nokkuð mann á... Já, bara það sem líður vel bara. Já, bara ég vil frekar spila eitthvað sem ég líður vel í heldur en eitthvað sem að mér líður bara svona en þeir eru glataðir í, þannig að...
Kíkjum aðeins yfir leikmennina og kíkjum á tölfræðina. Denos leikstjórnandinn lægstur í henni, Narvi hæstur. En það bara hálfsagan sögð því að Denos, hvernig hann búinn að leikstýra þessu lið á þessu tímabili, búið að vera eftirtektarvert. Sko, já, vissulega, þú veist, og búið að vera algjör unun að fá að fylgjast með í svona rotation heavy möppum, hvernig þeir eru að manipulera og styrkja sætin þar sem er halda að... Inferno, frábært dæmi. Já, þú veist, bara í alvörunni að horfa á Inferno-leiki þeirra á móti káringum þegar þeir voru alltaf að hitta á weak side-ið hjá káringum aftur og aftur og bara sjá mínimappið og þeir voru bara... Ég var í unun að fylgjast með þessu, ég var bara, Kristján, þetta sjá þetta er hrikalegt, þetta er geggjað. Bara leiklesturinn var svo mikill. Já, augljós gæði í líka, þú veist bara, rosalega reynslumiklir spilarar í hverju einasta hlutverki þarna og allir hafa röddina liðsins augljóslega, hvernig það fer fram er náttúrulega bara annað. Mjög áhugavert að benda hins vegar á að miðað við hvernig sagan er, þá er Denos dálítið svona kannski ekki strap-heavy in-game leader, en hann líka með dálítið svona stóra röddina liðsins sem er Narvi, sem kemur frá Vanta sem dæmi, það sem hann var með Roninni liði, sem er bara kassa in-game leader, sem er bara kasta. Þar fekk hann dálítið svona frelsi til að kolla svona mid-round calls og svona, þannig að hann hefur alveg reynslu frá því og ég býst við því að fleiri leikmenn eins og Góter sem hefur brúkað það in-game leader hlutverk, örlítið líka. Allir leikmenn í EXI eru með hausinn með sér. Já. Jafnvel Stals er mjög klókur í leiknum, ég vinni mikið með honum, hann er það. Það sem ég myndi lítið helst á sem með Denos, mér er alltaf finnst að vera helsti styrkleikinn hans, er hvernig hann leysir úr og hreyfir defaultinn með upplýsingum frá leikmennunum sinni. Já, það er virkilegur styrkleiki. Alveg frá því að hann var enginn leitur í minni 7 í Galanda, þá var þetta stilla í default, fá upplýsingar frá öllum og taka réttu ákvörðun, hann er mjög góður í því. Dálítið svona eins og hann sé að spila skák og hann sér ekki alla tafnarina sína, en hann var alltaf að sjá fyrir sér hvernig það er. Queen's Gambit típa, sko. Tölum aðeins Narva. Búinn að vera þvílíkt öflugur í upphæði þess tímabils. Ótrúlegu talent sem að bara af hverju fengum við þannig ekki fyrr inn og það er bara rosalega skemmtilegt að fá hann loksins á hæsta sviði þar sem hann fær að skína á móti bestu liðunum þar sem hann er gjörsamlega að jarða það og það er rosalega skemmtilegt. Þú gólar þetta í byrjun tímabils minnum mig, í uppbytuna þátti. One to watch, Narvi. Hann er búinn að vera frábær, það er alveg bara hárrétt hjá þér. Bara virkilega góður frakkari og hann þetta er ekki vitlaus týpa heldur, sko. Hann tekur rosalega góðar ákvarðanir og bara smellpassar inn í þetta lið sem er annars svona, þú veist, fyrirfram eins og hafi verið talað þetta er náttúrulega rosalega þéttur hópur að fjórir aðrir svona vini sem hafa spilað mjög lengi saman. Hann kemur inn í það og virðist bara smetla eins og flís fyrir hass. Já. Eiga, eins og við tölum hann, hennar stórleik við Dusty á föstudaginn og þurfa, ég megi allavega ekki tapa þeim leik stórt og þurfa eiginlega vinnan til þess að geta farið þægilega upp á móti til dæmis káringunum þá annarsæti eða þá verður byrjar að gera einhverja árás át á fyrstsæti. Það væri gríðarlega áhugavert allavega og það myndi algjörlega skella þessari topparóttu í bara heljarstökk ef að XI landa sigri á föstudaginn á móti Dusty. Það er rosalega stór sigur og væri áhugavert að sjá líka bara fyrir XI-liðið. Það getur allt gerst í Counter-Strike, ég get alveg séð að gerast. Þeir eru búin að vinna á einu sinni í einu mappi sem að var Inferno. Fóru langleiðina með þá í Dust 2 í þessari Best of 5 seríu sem ég talaði Þannig að Dusty hálega tapaði á móti þeim, en ég efast að þeir Dusty-menn séu eitthvað ekki að undirbúa sig fyrir þannig leik. Ég ætla að vona það því að þetta er hættulegt lið, virkilega. Já, þá er spurningu til að kíkja á næsta viðtal aftur. Eftir síðustu umferð þá gripum við Góter og fórum með honum aðeins yfir það sem búið að gerast og er framöndan. Stemmi, sterkur sigur á móti Hafinu núna á föstudaginn. Þið klárið fyrir hluti deildarinnar bara í 3. sæti. Er það ekki bara pari?
Já, ég myndi segja það, en við stefnum alltaf ofar og þessi káleikur svíður svo rosalega, sko, þannig að... Já, við þurfum svolítið að ræða hann aðeins bara sérstaklega. Það Inferno-leikurinn 2022, ykkar pick, farið með þá í Inferno. Það fannst mér fannst það ballsy. Já, þetta náttúrulega bara, við hugsaum náttúrulega bara sjálf okkur og ef við erum góðir ykkur mappi og okkur er alveg saman hvort að hinir geti spilað líka, sko. En það er bara okkur lífið vel í þessu mappi og það fór sem fór, sko. Þeir kompaka eitthvað úr 3 round og vinna síðan overtime þegar við erum með 7 randa matchpoint, sko, ef við tökum overtime líka. Það er bara ekki að klára þetta, sko. Ef við krifjum hennan Inferno-leik örlítið allavega, þá allavega við sáum algjört masterclass hins vegar í rotations og að vera komið svona inn í hausinn á andstæðingjunum og þeir lásuð yfirleitt rétt á það að fara á veikara sætið. Er þetta eitthvað sem að þið gerir sem liðseild? Er þetta bara call sem koma frá Denos, in-game líturinn ykkar, eða hvernig er þetta? Nei, við erum rosa frjálsir, sko. Við erum allir að, við tölum allir rosa mikið og þetta er rauninni bara Denos plana hvað við gerum byrja rounds og síðan eru kallarinn loka kalli bara út frá kollunum okkar, sko. Þannig ef einhver er fremst í ási og heyrir einhver stepp og hlustar hann á það og við gerum eitthvað plan út af því. Eða út frá bara einhverju sem gerist í roundunum, sko. Ef við horfum svona vörnina til samanburða, þá á móti, spilið þið bara einhvern agaðasta varnarleik sem við sjáum í deildinni. Þú veist bara að það er verið að halda línunum aftarlega eða allir einhvern veginn með sitt coverað. Er svona mikil leiðsheild í þessu liði? Eru bara allir sammála það hvernig eigið að spila? Já, rauninni, við tókum, sko, eftir þennan káleik, það var alveg smá svona krísufundir, það var svona, við töluðum bara svona að því við vitum, skilur, við erum allir fullorðnir menn og það verður alltaf rifriti, þannig við getum alveg bent á hluti og við lögum þá yfirleitt og í þessum káleik sem bara var svona wake-up call hjá okkur að þegar við erum komnir í matchpoint, þá erum við hættir að make a playin okkar, skilur, við erum bara svona að bíða eftir að leikurinn klárist og við náum 16 rándinu og ég er ekki að spila eins og staðan sé bara 3-3, skilur. Við erum svona, við hættum að spila okkar leik, af því að við erum bara svona, sem vakti okkur mikið. Núna erum við að spila allt öðruvísi og ef þið langar að gera play, þá bara gerum við playið. En síðan aftur á móti er líka bara heimsplay og allt svoleiðis sem tekur líka inn í. Þannig að við kunnum að vinna og við kunnum líka að tapa og þannig að við reynum að spila bara út af því, sko. Við sjáum samt svona nýja gamla stjörnu koma á heiminu núna í Narva. Það er bara rosalega gæi og er greinilega búinn að bæta spilastílinn eitthvað gífurlega. Já, hann er búinn að vera svona, hann er búinn að taka ógeðslega miklu framförum hjá okkur, og hann, þetta er líka erfiðasta staðan sem hann kemur inn, hann kemur inn í nýjan vinahóp, af því að við erum allir búin að þekkjast svaka lengi og hann kemur svona inn sem bara eitthvað svona, þannig sé bara svona, við þekktum hann ekkert sem einstakling, sem skiptir náttúrulega rosalega miklu máli, þú ert í kámstalli, allir séu svona fellar, eða þannig sé. Og hann er bara búinn að koma okkur ógeðslega mikið á óvart, sko. Hann er búinn að vera mikið fragbáður. Ef við horfum á Dusty-leikinn í fyrstu umferð, þið tapir bara 2 leikjum í þessum fyrri hluta. Þið tapir illa á móti Dusty í fyrstu umferð. Við vitum alveg að þið voru ekki sáttir með þann leik. Þið eru síðan lendið í þessu svekkjandi tvíframlengda tapi á móti káringum. Hvernig sér þetta fyrir núna í seinni helmingnum? Þú veist, eru þið konur á miklu betri stað til að takast á við þessi topplið? Já, ég líti á okkur svona eins og sem KR í körfunni, þú veist. Við verðum bara betri því sem líður á móti og við spilum, þú veist, ég hef aldrei verið svo mikið hours past 2 weeks, sko, eins og núna. Þannig að við erum að spila alveg heldur mikið, sko. Eitt að lokum, Stimmi, núna er leikmannaklugginn opinn, verða einhverja breytingar á Exi, ætlið að bæta við rosturinn eða eitthvað þannig að? Nei, það er ekkert svoleiðis. Ekkert svoleiðis. Herru, þá erum við bara í fantaformu og ég hlakka til að sjá leikinn á föstudaginn, Exi Dusty. Já, sjáumst, takk fyrir.
Það stimmi alltaf í fantaformi. Við förum yfir toppliðin 2 hér rétt og eftir, tökum stutt auglýsingahlé. Okay, team, follow my command. Get in position and wait for my go. Fríðindi, læt á frísk upp á bílinn minn, pikk upp nýskasta vimmin, sem fyrir neitt og svo bíómynd. Skrauði kortunum, slaga með strákunum, burgurum, ekki veist kætin der, stakkandi tútubútur í bungu, kastandi hvernig og æsland der. Þú að skilið alltaf bestan þess að þessi fóktýr, gerum eitthvað skemmtilegt í vinuhópi Ólís. Ólís, vinur við veginn. Sama hvað þú spilar, við spilum með þér. Þú færð úrval rafíþróttavara í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko. Rómalús, borgin verður ekki byggð á aðeins einum degi. Full byggð? Hringleikahúsið mitt klárast aldrei í dag. Því miður, Red Bullið er búið. Svo þess vegna var Róm ekki byggð á einum degi. Okay, team, follow my command. Get in position and wait for my go. Já, velkomin aftur. Komið að því að fara yfir toppliðin 2 sem að hafa barist út þetta tímabil. Komið að öðru sætinu, KR. KR-ingar í öðru sæti. Við vorum búin að vera hönd í hönd með Dusty allan tíman en tap í lokaumferðinni á móti Erkifjendunum. Þýddi að KR-ingar setjast í annað sæti núna miðbyggið og þetta var heimaleikur Dusty og Dusty bara betri í þeim leik. Nýta heimavallarréttin bara mjög vel í Overpass aftur. Virðist vera mappi sem að þeir svona vilja hallast af þegar þeir vilja mæta þessum stærri liðum. Gera heimavinnuna sína klárlega þarna með bara mjög góðu tertíföldi sem að frekar augljóst að neita algjörlega infóinu þarna í klósett og fjarka bara snemma og þarna misnota bíið þarna klárlega þegar infóið var ekki komið. Bara enn og aftur þeir greinilega að setja púðrið í að nýta heimavöllin fyllilega með því að fara yfir demo og búa til leikplan. Sérstaklega þegar það á móti svona KR-ingum og mögulega Exi, augljóslega Exi meðan þeir fóru með þá í Overpass líka. Þannig að bara þeir eiga fyllilega skilið að vera í toppsætinu en KR-ingar hins vegar eiga ennþá heimavallarréttindin eftir. Eru samt búin að koma sér erfiða stöðu. Kíkjum aðeins yfir leikina, hvernig þeir fóru. KR-ingar vinna Tindastól í fyrsta leik 16-10, vinna svo Fylki 16-7, Hafið 16-10. Hins vegar það þessi fjórði leikur á móti Exi 20-22, bara 2 ránda munur. Sigur en gæti orðið dýr. Vinna svo Þór bara með 4 rándum, taka sig undir Aurora og pakka þeim með 12. Og tapar svo móti Dusty 16-11. En svo staðan núna eru 22 ránd í mun á milli KR og Dusty. Þannig að ef að Dusty vinna sína leiki og svo komum við að úrslitaleiki lokaumferðinni, þá þetta ekki í höndunum á KR-ingum akkurat núna nema þeir fari bara að pakka leikjum. Þeir geta alveg gert það, vissulega. Þeir geta pakkað saman bara hvaða liðið sem á sínum degi. Í heimaleikjunum sérstaklega ef þeir byrja að pæla eins í bara ok, við þurfum núna að byrja að spýta í lófana, engin frí ránd í boði og þeir þurfa bara að fara að hugsa það akkurat núna með að þeir eru konum með 1 tap og vilja sigurinn í deildinni. Það væri ekkit eðlilega svekkjandi svona fyrir þetta lið sem sögulega bara í öðru sæti að vinna Dusty í lokaumferðinni en enda í öðru sæti á rándum. Ég hugsa að þeir væri ekkert of pirraðir yfir því. Ég hugsa að þeir væri bara ánægðir með að hafa sigrað þá og gert það í deildinni sjálfri. Þannig að
Ég held að þú sért að vannmeta alveg svakalega keppnisskapið í mönnum hann sko. Ok, sko, ef bara round-diffið er að fara ákvarða það að þú tapar eða vinnur deildina í heild sinni, þú ekki ánægður, sko. Trillist. Þetta verður mjög bitur Þú náttúrulega búin að segja okkur í 4 season að það sé best að tapa, sko. Þannig að við hlustum ekki á því þegar það kemur á því. Það er bara, það var þetta leiðilt sjónvarp. Og já, frábært, þeir töpuðu. Þeir töpuðu, þeir lærðu að þessu. Nægilega ánægðir með sér. Já, klálega, og ég meina, ef það er komið í það að þið vita fyrirfram að þið get ekki unnið deildina saman hversu stórt vinna Dusty í lokaumferðinni. Einmitt. Þú veist, þú þekkir það svo sem verst af öllum hvernig það er að vera í KR í úrslitaleik á móti þessum strákum. Það var náttúrulega bara roundifið sem að þið töpuðu á roundifið, en þið töpuðu þá leiknum. En ég segi, KR-ingar einhvern veginn þekkja þetta. Þetta er náttúrulega nýtt lið að stóru leyti, en það vantar eitthvað annað aðeins upp á. Öds er hann að koma með það inn í liðið. En erum við að sjá það gerast nægilega hratt? Sko. Er það kannski bara græðgið mér að halda að þeir átt að geta unnið Dusty í fyrir umferð? Dusty og heimavelli. Heimavellurinn, þeir nýtt hann mjög vel. Og þetta var bara erfitt með það gameplan sem að Dusty kom með inn í. Það var ekki eitthvað sem að KR-ingar gerðu í leiknum sem að gaf þeim opnun á því. Þeir eru ennþá ekki búin að finna nógu mikið pláss, finnst mér, fyrir ofvirk til að skína í þessu systemi sem þeir eru með akkurat núna. Hann er ekki búin að standa sig svakalega vel eins og allavega. Hann er ekki búin að standa sig eins og við viljum fá frá hann. Það er svolítið það. Hann er alls ekki búin að slæmi leikmaður. Tölfræðin er alveg með honum og allt þannig. En bara við vitum hvað hann getur gert stóra hluti. Bara, þú veist, topp 2 bara leikmaður bara með prikið á Íslandi í dag, þú veist. Kíkjum aðeins bara yfir tölfræði leikmannina í KR og þá sjáum við hérna kapping lægsturöðum. Það sem að stingur er að Öds er á pari við efsta mann í KT, leikstjórnandi. Já, það er bara, þetta er ekki eitthvað sem þú sérð oft, skilur. Nei, þetta er bæði frábært en maður verður líka þá að setja spurningamerki einhvern veginn. Já, og hann vissulega talar það sjálfur að allir er að geta staðið upp og eitthvað. Verður samt að koma vappanæðinum í aðeins betri stöðu og hann reyndi það eins og hann gat á móti. En eru liðið líka bara farin að stilla upp á móti KR þannig að þau slökkva í vappanum? Þá verður bara að koma í aðrar pósur og reyna að koma einhvern veginn inn í leikinn. Því að þetta er bara... Eða fara hann af vappan. Við höfum síðan spilað riffil. Getur gert það líka. Eða þarf ekki. Getur gert það líka. Frábær með riffilin. Já, bara virkilega góður. En þá var annar leikmaður með vappan. Já, ég bara segja, þú veist, mögulega í wildcardi eða pikka til þeim sem mappa á móti Dusty þar sem að þú sleppir bara vappa. Það er ekki einhvers konar mapp sem að vappin skiptir minnstamáli. Vertigo, eitthvað áleika. Núk. Við sáum Öds vera að spila úti með Ogin. Við vorum ekkert að sjá mikið af einhverjum pikkum er að koma frá ofvirki í þeim leik, þannig að þú veist, það er bara svona eitthvað. En ef við förum aðeins frá þessum leik og fyrir utan þessa 2 leiki þá eru KR-ingarnir bara búin að vera svolítið að valdi við þá. Taka bara stjórnina, klára og bara búið. Já, fyrir utan alltaf Inferno-leikinn. Fyrir utan Excel-leikinn. Já, hann var virkilega áhugaverður og það var eini leikurinn sem ég sá ofvirk bara vera að fragga eins og bara ég hef aldrei séð hann áður að gera og hann eiginlega bara átti rosalega stóran heiður skilið fyrir að koma þessu í overtime en fyrir utan það þá hefur hann verið alltaf missing og einhvern veginn þarf að búa til plássi fyrir hann út af því að með tilkominni hjá Kapping og Öds þá einhvern veginn hefur Krúser tekur meiri hlutverk, Miðgasómur er búinn að taka bara ennþá stærra hlutverk og einhvern veginn er ofvirkur ekki búinn að spila sig inn í rándina af neinu viti. Nei, það er rauninu ekkert hægt að segja neitt annað en hann. Mér finnst þetta mjög áhugavert að sjá að Miðgasómur með hæsta KT í liðinu því að mér finnst einmitt lítið líka búið að fara fyrir honum en hann er eiginlega alltaf næstiftur í öllum leikjum. Já, hann er bara alltaf, hann skilar alltaf sínu, bara alltaf. Já. Þannig að það er ekkert þetta við hann að saga, sko. Hann hefur verið þarna allan tíman. Mér langar að spyrja aðeins út í nýja mannin, Kapping. Hvernig finnst ykkur hann vera búinn að aðlagast liðinu? Hann byrjaði rosalega sterkt. Hann er neðstur hérna núna í KT hjá þeim en fyrir seinustu umferð þá var hann næst efstur. Þannig að það er það hreyfist mikið þegar svona fáir leikir eru með average. Já. Þannig að mér svo fara búinn að finnast að spila mjög vel.
Tómi, Auddi að koma inn sem IGL, tekur náttúrulega við svolítið sterku búi, bætir kappingarn inn með sér. Ertu ánægður með það sem hann búinn að ná hingað til? Já, það bara 100%. Hann gerir öll lið betri sem hann kemur í sem engin lítar og kemur með ákveðin svona aga og heldur mönnum svona accountable fyrir hlutum sem þeir gera. En þetta rosalega erfitt line-up til að stjórna. Það verður að segjast. Þú ert með risastóra persónuleika í ofvirku kapping, tala um Krúser Mikkelson líka bara. Og Mikkelson líka. Það allt stóri persónuleika. Eins og hann var að tala bara, hann þarf að gegna alveg ansi mörgum hlutverkum í þessu liði sem að venjulegur yngjumlítið þarf ekkert endilega að gera, sko. Já, sko, það alveg auðveldara að vinna með Mikkelson heldur en flestum að það myndi ég halda, en ég samt sammála því að þetta svolítið svona erfitt starf varðandi hugarleikinn að gera. Já, stundum með maður bara að hugsa svona, já, það fullt af jarðskjálftum hvenær kemur eldgosið, sko, því að það gerist í beinni útsendingu hjá okkar í mótmælum. Já, vissulega, það gerðist, það var skemmtilegt. En ef það einhver sem getur einmitt tekið hennan hóp, þjappa hann saman og klára dæmi, það ekki Auds? Já, hann dálítið svona íslenski Carrigan. Hann fer svona á milli liða, gerir þau betri í einhver tíma og síðan hættir og fer í HÍ eða eitthvað. Kemur tilbaka. Já. En þú veist, já, öllu kannski sleppt, þá hann klálega yngjumlíturinn fyrir þetta lið. Hann spilar rosalega svipaðan leikstíl og þetta lið vill spila. Svona dálítið touch and go, ekki of mikið af svona struktúr en samt nógu mikið til að halda öllu gangandi. En þetta bara rosalega mikið hlutverk finnst mér að vera með þessa stóra persónuleika inn í þessu liði. En ef einhvern að láta það gerast, þá það Auds virkilega solid svona og með allt á hreinu típa sem að... Og svo líka bara on og það allt á hreinu hjá KR. Já. Með Þórið að sjá allt vesenið og öll aðstæða til fyrirmyndir og allt annað. Já, algjörlega. Þannig að, þú veist, þetta bara... Þetta eru erfiðir persónuleikar en þegar þetta að fara að smella saman hjá honum, þá verður þetta bara geggjað. Og þetta nú þegar orðið geggjað, en það vantar bara þetta pínkulítla upp á því að þetta klálega lið sem getur unnið deildina og við segjum það fyrir tímabilið og ég mun halda áfram að segja þrátt fyrir þetta eina tap móti Dusty. Talandi Auds, þá slum við heyra hvað Auds að segja. Svona með hvernig allt spilaðist, þá gerir ég ráð fyrir að þú ekkert verið brjálæðislega sáttur síðasta föstudag. Nei, ég get ekki sagt það. Ég meina, við vissum alveg eftir hálfa deild, þá erum við annarkvort í fyrsta öðru og sætum klárlega stefnuna á fyrsta sæti. Við verðum samt að gera okkur grein fyrir því að þeir voru á heimavelli. Þar af leiðandi gátu valið hvaða borð þeir myndu spila, svona nokkurn veginn. Þannig að það alltaf eitthvað sem að vera að hafa í huga en við auðvitað stendum á sigur, sko. Varstu undirbúin fyrir overpass-pekið? Eiginlega ekki, sko. Við vissum ekki hvað þau var að fara að peka og ég held eiginlega að þeir hafi ekki alveg vitað það sjálfir eða vera öryggi með það. Þannig að við þurftum að undirbúa okkur í nokkurum öppum, allan að 3. Sko það náttúrulega var gefið að þið myndu henda út Vertigo, þannig að þið gáðu þeim rosalega breiðan völl til að undirbúa sig. Já. Bara svona, hvað varst að gera ráð fyrir? Bara ef ég spyr bara blátt út. Þeir eru náttúrulega unnu okkur í Inferno, þannig að við tókum eitthvað showmatch best of 3 og bara slátruðu okkur í Inferno og þannig að ég bjóst alveg við að það myndi pikka Inferno. Síðan kom Train alltaf til greina og Overpass líka, ég menna síðustu leikir í Overpass alltaf fara í framlengingu, þannig að það var líka alveg viable að þeir myndu pikka Overpass. Þannig að við allan að undirbúum þessi 3 möpp. Sko, ef við tökum bara smá real talk, þetta var ekki ykkar besti leikur. Þið voru svolítið yfirspilaðir. Já, við vorum bara svolítið anti-strattaðir. Þeir bara voru búin að undirbúa sig vel fyrir vörnin okkar í Overpass, ítt okkur aftar. Þannig að við náðum aldrei að fá info hvar þeir væru að spila á mappinu þegar þeir voru að sækja. Og síðan byrjuðum við bara og eigum það til við KR-ingar finnst mér að þegar við spilum síðan að við erum svolítið hægir í gang og það rosa dýrt í bestu von að vera hægir í gang og byrja sem City að missa mörg round og þá bara erfitt að koma tilbaka á móti, þú veist, þaulskipu liði eins og Dusty. Ef ég grípa þess boltan, þá fannst mér þetta virkilega gott
góð, svona gott counter að smóka út klósettið og fjarkan hjá Dusty, en hefði geta gert eitthvað meira til dæmis til að koma ofvirki aðeins betur inn í leikinn, því að hann hefur verið bara missing í nokkrum leikjum í röð hjá okkur. Já, ég held að það sé akkurat það sem, þú veist, þeir eru að koma með inn í leikinn, að þeir smóka þessum 2 smókum og þar að leiðandi íta Óla aftar, hann nær ekki pikki, hann nær ekki infói. Það sem er kannski veikt við það hjá þeim er að þeir nota 3 smóka á fyrstu 15 sekúndunum og eiga þá aldrei neitt til að execúta. Við hefðum getað spila framar mætt þeim og við gerðum hann okkur sinnum og þá voru þeir akkurat til dæmis á B, bara hinum meginn á mappinu og keyrðu þá, vissu að við varum að sækja upplýsingar á hinum meginn á mappinu og þá nýttu við sér það og keyrðu B. Þannig að við verðum reyndar að bara finna út í hvernig við komum Óla í meira, þú veist, að sækja fleiri frögg. Hann þú veist, vappinn, hann á að vera að mínum mati alltaf með 20 plus kills í hverjum einasta leik og hann veit alveg sjálfur. Það í gegnum tíðina. Já, ég meina hann átti flottan leik móti XI þarna í Inferno. Það sem vantar er bara að mínum mati að hann láti gæja lappinn í línuna sínar og hann að gera þetta svolítið erfitt fyrir sig, hvort það sé við sem lið eða bara hann, en við verum einhvern veginn að finna út úr þessu saman og við ætlum að skoða þetta eftir helgi. Vissulega, þú veist, hann búinn að vera sterkur núna undanfarið, hann var missing í þessum leik, góður það XI, en líka það áhyggjuefni að hann sé aðeins að draga aftur úr og aðeins meira pláss að fara til þá cruiser, capping, líka þú búinn að stíga upp sem bara stór fraggar fyrir liðið? Ekkert bara stór fraggar, efstur í fraggi, efstur í HLTV rating. Ég veit ekki alveg hvað það var að segja við því. Mér finnst svo sem alveg fínt að vera með lið sem allir geta stigið upp, allir geta fraggað, in-game-lítinni líka. Með hvernig CS í dag þá rosa erfitt að vinna bestu liðin bara líka á Íslandi ef in-game-lítirinn alltaf bara með 10 kills. Þannig að hann þarf að vera með firepower og mér finnst við káringar vera með þannig lið að hver leikmaður getur, þú veist, hendi í 30 kills. En það sem kannski skiptir mestu máli í CT er að það eru nokkri menn sem spila svona prime possur, eins og að kalla það. Það er að segja að þeir spila á þeim stað í borðinu að þeir fá flesta fæta, þeir sjá flestu óvinnina. Þú veist, þeir svo ofvirkur spilar AVP, hann spilar alltaf miðjan eða eitthvað svoleiðis, þannig að automatist á hann að vera, þú veist, ef eðlilegt með þeim efstu. Sama á við Krissa Cruiser, ég meina hann spilar alltaf svona rotations. Þannig að ég býst meira við að þeim í CT út að þeir eru yfirleitt að spila þessar stöður. Talandi og nefndir XI-leikin hana, það svona kannski, þeir eru búin að eiga 2 virkilega erfiða leiki á þessu tímabili. Dusty-leikin á föstudaginn og svo XI-leikin í Inferno. Svakalegu leikur, fór hvað, 22-20 maður rétt í overtime. Heldur að XI séu að fara að ná í ykkur 2 toppliðin eftir því sem líður á tímabilið. Sæjur XI geta plokkað stig, ég ætla ekki að spyrja ykkur en til dæmis af Dusty. Já, ég get alveg séð það. Þeir eru, þegar maður spilar á móti XI, þessum strákum, þá eru þeir alltaf ótrúlega lúmskir og þeir eru alltaf með svona grunninn á svo kristaltær. Þeir eru alltaf ógeðslega góður að treyta, þeir eru alltaf svona samheldnir, þú ert aldrei að fara að ná að drepa einn, það er alltaf gaur sem kemur strax og rífragar þig. Þannig að með hvernig formatið í dag, að spila best of one, allt getur gerst, ég meina pistólinn detta öðru hvoru megin, þess að sáum móti Dusty, þeir tóku bæði pistól. Ef þeir gera það, þá getur ég klálega að sé þeir stríða Dusty og líka okkur. Ég verð að viðurkenna það sko, en það sem ég kannski svona sáttustu við er að við eigum pikkið á móti XI þegar við mætum næst og Dusty, þannig að við ráðum ferðinni miklu meira. Þannig að þessi seinni helmingur á deildinni ætti að vera miklu þægilegri fyrir okkur. Sérðu eitthvað annað lið eiga þarna Sensi þá þessi topp 3 lið? Nei, ef ég á að vera alveg hreinskilinn þá held ég ekki. Mér persónulega finnst alltaf frekar erfitt að mæta Þór
gæjanum, eitthvað böggandi við á. En þeir eru mjög svona upp og niður finnst mér. Þannig að allt getur gerst, en nei, ég held að þessi 3 lið séu áberandi best í deildinni í ár. Flott mál. Auði, takk fyrir þetta. Við hlökkum bara til að fylgjast með seinni hlutunum. Já, takk. Já, engar breytingar framundan hjá KR-ingum samkvæmt þessu, en Auði alltaf bara hress og spenntur fyrir framhaldinu. Já, alltaf gaman að heyra í Auða og bara með allt á hreinu í rauninni og virðist vera með góða tauma þarna á liðinu í rauninni. Og alveg meðvitaður í rauninni þær hættur sem liðið stendur frammi fyrir, einmitt þetta með rándinn og þannig. En þá er spurning hvort við kíkjum á liðið sem að þeir eru í slagnum við Dusty. Já, Dusty á toppnum fullt hússtiga eftir 7 leiki, 14 stig, toppmálum, 62 ránd í plús og búin að vinna alla leiki. Finnum bara beint í leikina, kíkjum á þá. Byrjuðu að vinna Exi í overpass, tóku svo Tindastól í Inferno, Þórsara í overpass, Fylki í Trein, Aurora Inferno, Hafi í Trein og svo þessi stórleikur gegn KR-ingum síðasta föstudag. Búin að spila 4 heimaleiki, búin að spila heimaleiki sinn á móti bæði KR og Exi. Þetta eru stórir ásar allavega sem að þið þurfa að spila út bara snemma í mótinu, að vera búin með þessa 2 heimaleiki á móti þessum sterkustu 2 liðunum í deildinni. Þannig að þeir eiga 2 erfiða leiki þar sem að það er hægt að henda þeim aðeins í djúpulaugina. Það verður áhugavert að sjá hvernig það eigi eftir að þróast. Við sjáum það strax á föstudaginn bara. Mér ætti klárlega að reyna meira á þá. Þetta er náttúrulega erfiðara að... En ef það er eitthvað lið sem er með sterkt mappúlinn á Íslandi, þá er það Dusty. Já, alveg klárlega. Spila í rauninu bara allt með rass. Já, og permabannið þeirra. Þannig að þeim líður bara ansi vel í restina af 6 möppunum. Hafa pekað overpass 3 samt sem var. Já, þeim líður ansi vel í overpass á móti svona þessum liðum sem að er á Íslandi í rauninni. Þeim finnst overpassið er að vera greinilega betra en flestra. Þeir eru svona svo sniður í vítóin alltaf. Þeir fara einhvern veginn aðra leið heldur en önnur lið í þessum vítósystemi, þannig að hitt lið veit einhvern veginn aldrei hver þeir hafa þá. Já, vissulega, og líka... Exi er ekki þeirri aðstöðu, Exi er náttúrulega pikki, en þú veist, ef allir með Exi væri að fara að spila á móti þeim núna heima á föstudaginn, Exi bannar einmitt Vertigo eitthvað sem vil ekki spila, en fá móti, þú veist, overpass, það geta enga veginn treyst á það. Já, þeir breyttu permabanninu sinni frá Vertigo yfir overpass. Eftir Dusty-leikin. Já. Þannig að það sýnir bara hversu langt í djúpulegina þeir var hent í þessum overpassleik, algjörlega yfirspilaðir. Bara mættu þrusu æfðu liði Dusty sem voru bara í miðju season í ESA minni mig og voru bara verið drillaðir í overpass sem að náttúrulega er miklu meira enn í metanu erlendis heldur en nokkuð mann innlendis og bara henduðum út úr sörunum, voru ógeðslega góðir. Kíkjum aðeins yfir tölfræði leikmanna og hérna fáum við hana. Bjarni neðstur í tölfræðinni, leikstjórnandinn í liðinu, Þorsteinn F. hins vegar langhæstur í deildinni. Þetta er eiginlega bara svindl leikmaður. Hann er rosalegur. Já, þetta er bara gaurinn er þvílíkt að stíga upp. Hefur alveg virkilega slaknað undir hins vegar Edison og Stöpa Kókó. Þeir eru búin að vinna alla leiki en þarna einhvern veginn finnst þér ekki vera jafn krisp og þeir hafa verið undanfarið sísón. Nei, því ég horfa á að spila, mér finnst svolítið eins og ég sé að horfa á þeir eru augljóslega að spila miklu meira strattar heldur en gamla hafið, en maður sér samt svona, það er svolítið svona, hvað maður segja, svolítið svona, það er ego bak við spilið það stilin þeirra núna. Þeir vita að þeir eru bestir og þeir spila þannig. Það er rosalega áhugavert að sjá svona, við erum búin að sjá núna þróunina Dusty sem að voru þessir strákar sem voru í Fylki og voru að koma svo á toppinn. Núna eru þau konur með svona hafs-egoið og það er rosalega áhugavert og það er spurning hvort að velgengnin stíði inn til höfus eða eitthvað. Ég meina, eina sem ég hafa áhyggjur af er að þeir eru búin að vera saman svo lengi og þú ert búin að vera saman í svona hóp, litlum hóp í þetta langa tíma, þá getur halfleifað liðinu svolítið farið að dvína. Veitu hvað ég meina? Já, senasta addition sem þið gerðu var alveg fluff fyrir Ronin. Ronin er náttúrulega ennþá í liðinu þannig séð og það er fyrir hvað 1,5 ári eða 1 ári.
Já, en eins og ég segja, þú ert svona rosalega mikið saman, alltaf að æfa, rosalega mikið pressa á þannig, bara rosalega mikið æfingum, rosalega mikið samvera, þá einhvern veginn getur hægt og rólega bara, þú getur komist á ákveðið level og þú kemst ekki við það. Lendir bara á blokk. Og eina sem getur bjargað liðinu í rauninni eða kjarnanum í liðinu er bara breyta út leikmannum. Vonaði að koma ekki til. Þannig eru náttúrulega fabulera einhverju aðstöðu. Í enda dagsins er liðið samt sem á toppnum. Þeir eru búin að vinna alla leiki. Þeir eru með langbesta rándifið. Þeir eru í aðstöðu til þess að halda áfram svona með þessa deild. En hættan kannski orðin ef að mótstaðan verður meiri í til dæmis KR-ingum. Já, nákvæmlega. Ég meina, þú veist, KR-ingar eru aðlagast núna að vera í öðru sætinu og hafa eitthvað til að líta toppinn og eitthvað til að ná til í rauninni. Og það er náttúrulega bara hættan að þegar þú ert komin á toppinn, það er erfitt að halda sér á toppnum. Á Íslandi er þetta eiginlega yfirleitt þannig með toppliðin að það eru raun og veru ekki önnur lið sem henda þeim niður, það er þeir sjálfur. Já. Þetta lið þurfti svo mikið að komast inn í ESA Advance. Já. Það er bara... Þeir eru náttúrulega að leita af velgengni utan landsteina og það er það sem að... Þar kemur skrefið, sko. Já, þar er skrefið sem þeir vilja náttúrulega. Sjálfsög, allt gott að blessa að vera bestur á Íslandi en þeir eru ennþá ekki búin að meika það úti og þetta skref hefur ekki náðst núna. Liðið er náttúrulega búið að vera að spila sem svona atvinnulið eða allavega semipróflið núna í svolítinn tíma. Sko, þetta lið einhvern veginn, við talaðum þetta á þessu með Þorstein F. Hvernig hann mætir í stórleikina. Búinn að vera algjörlega sturlar á þessu tímabili. Við ræðum bara aðeins Steina. Hann virðist að leysa öll sín hlutverk bara upp á 10. Já. Já, það verður bara að segja. Þú veist, það er ekki... Þetta er bara rosalega solid leikmaður og bara klálega einn af þeim bestu á Íslandi í dag. Mér finnst það ekki verið að taka sjensa í neinu. Þannig að spila bara svona á háa atvinnumanna-leveli. Já. Ég væri rosalega til að sjá þetta döstilið að spila á móti erlendu liðum með sama pingið. Þá virkilega gæti við síðan gert skaða. Sáum það. Gekk ekki alveg jafn vel, en það er klálega svigrúm þarna fyrir þá til að nýta hæfileikana þarna. Og ég er sannfærður um að þessi strákar eigi eftir að gera það ansi gott fyrir utan landsteina ef þeir... Þetta er náttúrulega rosalega ungt lið. 2001 og 2000 allir. Ef áhuginn er til staðar og þau vilja halda áfram, náttúrulega búið að vera erfitt núna undanfarið að náttúrulega online era og svo framvegis, búin að vera rosalega mikið magn af leikjum til að spila og kannski alveg jafn mikið magn af útiveri á móti og það getur alveg grillað mann, þannig að það getur verið erfitt en ég hef mikla trú á þessum strákum. Engin spurning. Annar leikmaður sem er búinn að stíga upp á þessu tímabili og orðinn algjör lykilmaður í þessu liði, Fluff. Hrifinn á honum. Komur á óvart. Já, ég er rosalega hrifinn á honum og mér fannst mega sens hvað hann var að gera. Og það tók hann örlítinn tíma aðlagast því sem að þeir voru að biðja um að gera í liðinu og akkurat núna er bara leikskilningurinn og það hlutverk sem að hann gegnir með Bjarna að vera svona að rýna í demo, að búa til leikplan með þeim þrem Rónin þar á meðal sjálfsögðu og þjálfara liðsins. Hann er að fá ábyrgð og hann er að leysa mjög vel. Hann kemur alltaf heitur inn á server og bara virkilega hrifinn af því það sem hann er að gera. Eins og það, kemur rosalega óvart. Þegar hann kom fyrst í liðið, þá sagði ég að mér fannst hann ekki vera rétta pikkið fyrir þetta lið. Ég vildi fá að sjá eitthvað svona sigurvegar á þannig. Það þurfti ekki. Það sönnuðu sig og sýndu sig að þeir þurfti ekki sigurvegar. Já, við vitum líka hvað hann setur mikinn tíma og aðstoð við leikstjórnendur og allt þannig inn í þetta. En bara talandi Árna Fluff, var hann maðurinn sem við pikkuðum upp í viðtal helgina. Árni, velkominn á toppnum. Eftir fyrri hlutan, fullt hússtiga, engin tapaði leikur með 20 og eitthvað ránda forskot á KR-inga og samfærandi sigur á þeim á föstudaginn sem var samt sennilega besti leikurinn ykkur á tímabilinu. Hvernig, byrjum að tala aðeins þennan stórleik sem var í loka umferðina fyrri hlutanum. Þetta fór vel fyrir ykkur allavega. Já, þetta spilaði bara mjög vel inn í overpassbyggju okkar, sérstaklega það að við vorum með heilan leik á móti þeim í showmatchi fyrir Atlantic Esports sem við gátum svona dregið einhvern veginn á
ákveðin spilastíl út úr. Bara spilaði einhvern veginn eins og draumur, sérstaklega termegin. Overpass-pickið, lá það fyrir? Þau vissu myndu fá vertingubanni frá þeim, voru þið búin að gefa okkur góðan tíma undirbúið þetta? Já, ég akkurat, ég og Bjarni spjöllum mappúlið og við endum á overpass og þú veist, það var einhvern veginn meikaði bara mestan sens. Við vorum búin að finna veikleikamerki í akkurat leiknum sem ég var að tala um áðan, þannig að við vissum einhvern veginn hverju við máttum búast við þegar það kemur á overpass og það er betra að fara alltaf í mapp þar sem þú veist hvað þú ert að fá á móti þér frekar en að fara beint út í óvissuna. Þið virkuðu mjög undirbúnir. Var þetta langur aðdragandi? Höfðu þið viku sem eru búin að ákveða mappið? Já, við sem sagt vorum búin að ákveða mappið á held ég sunnudeginum og tókum einhverjar held ég 3 æfingar fyrir leikinn þar sem við vorum akkurat með ákveðið gameplan í huga sem við vorum að drilla og æfa og meðan aðrir reyna að rýna í málsættina sinna á páskadag þá sitja Bjarni og Árni saman og antistrata KR. Ef við rýnum svona aðeins í hlutan hjá ykkur, skilur við, það augljóslega var strattið að reyna að útiloka klósettin og fjarkan mjög snemma í leiknum. Þau eittuð 3 smókum mjög snemma í hverju einasta terrandi að smóka það út. Var það eitthvað svona fyrirfram, hvað voru að reyna að loka á þar? Já, var sem sagt A-main voru við að lesa inn í það að KR voru oft í 5 setupi. Annarkvort ofvirkur 1 eða auðs með honum og ef þeir voru ekki í 5 setupi þá voru þeir vanalegast aftast toilet. Þannig að með þessum smókum gátum við í raun neitað öllu infói bara mjög ódýrt og leið og þeir eru ekki með infó á A-inu þá auðveldara að hitta B-ið sem við bara heldum áfram að gera og það held áfram að virka. Þannig að eins og ég segi bara þetta voru veikleikamerki sem voru búin að finna í leiknum áður fyrr og eitthvað sem við fundum líka bara frá því að horfa á overpassleiki frá þeim og eins og ég segi, maður ekki vanur því að fá 10-5 hálfleiki á overpass þannig að þetta gekk bara mjög vel sko. Nú talar að þú líka ert að fá, þú og Bjarni farið yfir leikina, þið gerið ákveðið gameplan og svo framvegis, það fer örugglega ákveðið púður í það. Hvernig finnst þér mótherjarnir í deildinni verið að leggja púður í svipaða hluti? Finnst þér að vera að eiga sér stað? Það fer eiginlega nokkurn veginn eftir liðum finnst mér. Það stundum sem maður mætir í leik á móti liði og það bara mjög greinilegt að það hafi ekki verið mikill undirbúningur settur sem ákveðin skellur að horfa á. Því að jafnvel þótt að maður sé ef maður með undirbúning þá væri maður allan að fá aðeins fleiri en 5-6 ránd á móti einhverju liði, sama hvort það sé besta liði á landinu eða ekki. Því að ef þú veist spilastílinn hjá hinu liðinu þá þarftu ekki að eyða öllum þessum rándum í það að finna út hvernig þeir spila. Og það ekki eins og að vanti leiki og demo úr deildinni. Þetta er readily available. Og það ákveðin synd að allan að fyrir mér þá sést það ekki í leikunum hjá sumum liðum akkurat að þeir séu að gera þetta og þetta eitthvað sem ættu 100% að vera að leita aðeins inn í. Sérstaklega hversu mikilvægur heimavöllurinn Ég meina þú með 6 möpp í mappúlinu til þess að velja og það mikilvægt að þú velur rétta mappið 100%. Ef við tölum aðeins það, ef við til dæmis bara förum bara aftur í fyrstu umferð, þar mæti Exi vinni þá 16-5 á heimavelli. Það lið búið að vera núna á miklum stíganda í raun og veru. Eigið á aftur núna í fyrstu umferðinni í seinni-hlutanum, það að segja í 8. umferðinni, á bara næsta föstudag, stórleikur föstudags, ég ekki missa því. Þeir á heimavelli, það verður erfiður leikur fyrir Dusty. Já, þetta verður alltaf trikki á móti topp 4 liðum þegar við erum í raun þurfum að fá pikkið á móti okkur að vera með 6 mapp á mappúl því í rauninni er 6 mapp sem hægt að velja og þá snýst þetta allt undirbúningin fyrir leikinn. Þú veist að nota process of elimination til að vita hvað mappið vera vissum að vita hvernig þeir spila það mapp
og sérstaklega hvernig við myndum spila á móti því að það meikar ekki sens að spila eins á móti liði sem að kannski með ákveðin spilastíl og spila svo eins á móti öðrum spilastíl. Þannig að vera vissir að við séum undirbúnir fyrir akkurat þeirra spilastíl og bara mæta og hitta skotum og það ætti það að vera gott sko. Ef við tölum bara núna þannig seinni hlut sem að koma og leikurinn á föstudaginn þetta frábært dæmi það. Ég meina, leikurinn á föstudaginn gæti jafnvel verið mikilvægasti leikurinn ykkar það sem eftir á tímabili því ég meina ef við vinni hann og sagan heldur svona áfram þá komum við inn í lokaleikina á móti KR og gefum okkur að þeir myndu vinna allt en þeir eru með 22 randaða held ég alveg örugglega núna og gætu raun og verið búin að klára þetta fyrir þann leik bara á randum. Já, þetta akkurat ekki bara mjög mikilvægur leik til að vinna, heldur líka mjög mikilvægt að vinna þennan leik með round-differensi því að eins og KR þeir unnu 22-20 á móti þeim í hvort það var 5. eða 3. umferð annarkvort. Þannig að ef við myndum taka Exi með miklum round-difference 16-5 og seinast sem dæmi þá erfitt fyrir KR að ná okkur saman hvort þeir endi á því að vinna þeirra heimavöll eða ekki. Árni, bara lokum, nú náttúrulega glugginn opinn, skylduspurning, verður einhverja leikmannabreitingar á Dusty eða ég vona á 7. mann í hópinn eða eitthvað líka? Nei, engar leikmannabreitingar, ekkert svoleiðis. Ekkert fyrir okkur til að slúðurum? Nei, ekkert slúður, ekkert juicy. Árni, takk fyrir þetta, gangu vel á föstudaginn og það sem eftir að deildinni og það bara alltaf gaman að fylgjast með. Já, takk fyrir. Já, Árni alltaf res. Tommi, það eitt svona sem maður pikkar svolítið upp á það. Hann talar metnaðarleysi eða undirbúningsleysi eða eitthvað álíka í deildinni almennt. Er það eitthvað sem þú tengir við? Já, ég meina, þú veist, það augljóst í rauninni sérstaklega á terrsætunum hjá svona neðri liðunum og við miðbygg að þau eru ekki að setja nú mikið til dæmis í heimavöllin þegar þeir vita hvert þeir eru að fara og það mjög áhugavert að einmitt hann pikki þetta upp því að ef einhver að fara að gera það þá hann klárlega að fara að sjá ef eitthvað lið að fara að vera undirbúið á móti besta liðinu. Það er svo sárt þegar það ekki lagt nóg mikið púður í undirbúninginn. Það bara svona segir bara hversu mikið þú vilt setja í þetta og það er leiðilegt. Og þetta kemur með þessa frá gæðunum sem allir vilja vinna í dag. Því að Dusty er náttúrulega orðið besta lið. Það vilja allir vinna. Þeir eru vondikallinn. Nei, kannski ekki en þú veist, þeir eru endakallinn. Þeir eru endakallinn, klálega endakallinn og ég meina ef þú vilt sigra endakallinn þá varst það undirbúið þig örlítið allavega. Það var ekki þannig í Dark Souls allavega. Ójú. Dói náttúrulega frá þeim tíma sem maður prentaði út bara eða skrifaði niður svindlinu þannig hvernig maður ætlaði að vinna endakallinn. Hann hringdi í svona hotline. Er það að segja sér hólið jú? Nei. Já, það er búið gaman að rúlla við þessi bara öll liðin og fylgja Vodafone-deildinni í gegnum hennar fyrir hluta. Það er eitt sem að mér finnst ekki jafn skemmtilegt að skoða núna, Tommi, og það er draumadeildin. Nú? Já, kíkjum á það. Hvað er að gerast? Þetta eru náttúrulega fordæmalausir tímar. Tommi er á toppnum. Mér líður svo vel núna. Vel gert, Tommi. En, Tommi, ég ætla að hræða með henni. Þetta er liðið sem að ég óvart valdi í fyrstu umferð, að hans ætla að velja. Þetta kom með afsakanirnar. Nei, ég er búinn að gera breytingar fyrir næstu umferð. Já, það er ánægðan þeirra. Ég er bara mjög ánægður. Ég er með góða menn í hverju einastu hlutverki og eina sem ég ágjörði hvað liðið nokkað verða lík þegar ég er búinn að gera mína breytingu. Já, þú basically bara hermdir eftir mér. Nei, ég sá það ekki fyrir núna. Ég viðurkenni það. Jæja. En ég meina, þetta er skemmtilegt. Ég er hrifinn af öllum leikmönnunum í mínu liði allavega og ég vil að þeim vegni vel. Já, ok, við erum konið þangað. Já, áður en við ljúkum þessu, þá slúum við kíkja á stöðuna í deildinni eins og hún er akkurat núna. Dusty á toppnum með fullt hús stiga, KR þar fast á þeirra hæla með 12 stig í öðru sætinu, Exi svo með 10. Þessi þrjú búin að skilja sig að í þessari toppbaráttu. Exi, Dusty á föstudaginn. Fylkir í 4. sætinu, Tindastóll í því 5. ásamt Þór og Hafinu með 4 stig í 7. og 7. og Rora á botninum með 2 stig. Fyrsti sigurinn kom í loka umferðinni fyrir hlutanum. Við slum kíkja á næstu umferð því að það er risastór umferð strax á föstudaginn þegar að Exi og Dusty mætast og já, það er
Það verður leikur. Það bomba í alvörinni. Það bara exi á heimavelli og þvílíkt góður leikur sem að fara á stað það. Ég ekki hræddur við að overhypa allavega. Alls ekki. Ég vildi bara ekkert vera í tímavél og vera komin aftur á föstudaginn. Komin áfram á föstudaginn. Já, vissulega. Ég vil eiginlega bara vita hverja aðrir leikir eru, þannig að ég get svona náða að nappa og verið bara útkvíldur og... Hver off-stream leikurinn? Það góð spurning. Þetta allavega Hafið Þór, Exi, Dusty, Fylkir og Rora og það var Tindastóll KR síðasti leikurinn. Þetta bara virkilega gott prógram þarna. Bara off-stream leikurinn. Fyrsta umferðin aftur bara. Off-stream leikurinn verður þrjusugóður leikur. Bara eins og hann var í fyrstu umferðin mitt og restin af tveim leikinum, eitt svona KR leikurinn verður svona áhugaverður. KR Tindastóll? Já, verður svona áhugaverður. KR á heimavelli. Þeir eru að fara með á eitthvert í óþekkt lönd. En vonandi Dust, það var áhugavert. Já, þetta kemur allt í ljós á föstudaginn. Það heldur betur spenna komin í Vodafone-deildina Dusty XI á föstudaginn ásamt fullt af fleiri góðum leikjum. Kristnina, Tommi og Dói þakka fyrir sig að sinni. Við sjáumst í næstu umferð. Vodafone-deildin á Stöð 2 eSport. 8 bestu lið landsins keppa í CSGO. Það sem eftirsóttasti titillinn í rafíþróttum undir. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Framhaldsskólaleikarnir halda áfram á Stöð 2 eSport. Og nú komið að úrslitum, þar sem keppt verður í FIFA, CSGO og Rocket League FRIS-titillinn. Hérna kemur skotið, en þetta rétt framhjá. Framhaldsskólaleikarnir, 5. klukkan 18:30. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Steindi Junior og félagar í S-inu sínu á Stöð 2 eSport. Ég get nú ekki sagt að við séum fremstu rafíþróttamenn landsins. Við erum hérna... Ég veit ekki, ég myndi segja að við séum helvíti framlega. Það Gaur að koma hana? Nei, þetta skugginn minn. Sorry. Þetta er jóka. Já, ok, ég bara tekið þetta strax tilbaka. Ég heyri það. Við erum fremstu íþróttamenn landsins. Ég heyri það bara. Rauðvín og klakar. 5. klukkan 21:00. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Hinn úti, niðri. Ok, er það plates eða? Já, reload í mér. Já, ok. Við droppaði mér inn. Bælaði frá út á... Hvað er hinn? Og bara beint út inn í norður. Eldri með það. Já. Náðu að kópa revivið. Var ekki bæst á... Getur revive. Ég skal. Hinn upp kópa UAV. Right? Ég að pinga þetta, sé ekki neitt. Það að dippa sko þau. Hérna. Ok. Myndum á þess 70. Það að fara í burtu. Að fara á það? Já. Tveir. Það var að neita að lenda á mér hérna. Hvað segir þér? Það var neita að lenda á mér. Voru þið að kasta neit? Nei. What? Jó, Dána einnig mér. Ok, ég að koma að hjálpa ykkur. En krakka hann hanna, í þessu húsi. Nei, ég að fara aðeins vinna vinstur mig. Hann með loadout? Já, gæðinni sem að við drápum vorum með loadout. Ok, hann krakkaði mig sko. Það er pingið þitt. Ég hef með ömulega byssur. Ég get ekkert gert sko. Ok. Var einhver byssa hann niðri sko.
Ok, ég ætla að kíkja á það. Það er LMG á second floor. Hvað er gæðin? Nei, ég tók hana, ég er ekki með ammo. Nei, ekki heldur. Axel, hvað er gæðin? Ég veit ekki, hann var Hann hlýtur á að dippa, revive 190. Hann hlýtur á að dippa, sko. Já, hefur hann. Það get ég með plate hann þess hérna. Lovely. Púsa bara. Ok. Þannig að kistunum uppi. Ég er að púsa nær Bison. Þetta er ólútaðið mér. Ok. Ertu með plate hann ekkert eða? Nei. Keyptu við plate sem ekkert? Ég droppaði 1000 skall. Thank you, brother. Þetta er sem sagt svona Bison sem hægt að kaupa auka hluti. Þannig var ég að kaupa fleiri skildi til þess að koma í Beinabótum mér. Krakkar, 150. Andan hægri. Krakkar, absolutt. Dánæð. Hægra meginn, að vinstri. Hægri. Ég og Íki þarf að fara top floor. Dánæð einni viðbútt inni, döður. Vel gert. Allir? Já. Vel gert allir, ég með mig. Almótt, ok. Ég er plate sko, ég ætla að fara að kaupa. Já, náðu bara í. Ég ætla ekki að betra byssum maður. Já, loadout eftir 30 sek. Það eru tvö satchel. Já, ég tek eitt. Inni eða? Já. Let's go boys. Ég geti keypt eitt stakk í viðbót auðvitað. Það er fyrir fólki sem situr heima, það sem ég var að tala áðan, loadout. Það kemur alltaf, það eru 2 free loadout sem að koma í hverjum leik. Og ég mér ekki... Most wanted þarna. Já, og hérna kemur listan. Recon. 14 plus straight north. Nálægt? Já, lúmst, það eru 2 box sko. Ef þið eru með byssu, takk ég hérna ghost. Geta ekki? Ég geta ekki sko. Kíkjum á þetta. Þeir voru, sjáu þið beint straight, bara norð. Já, ég sé. Most wanted to close higher. Ég er farin til lagri. Er þetta inn í húsinu eða? Þetta var inn í þessu húsi beint á móti. 41 metrar northeast. Já, hlupið til lagri. Já, sé eitt beint frá mig. Hann dánaði. Dánaði, náðu finishinu. Einn aðeins aftar, meira til hægri. Já, tveir aftar. Beint straight east. Einn dánaði. Ég sé ekkert sko. Ég er að taka left flank. Senast beint á móti mér. Krakkar. Nice, vel gert, boys. Og ég kongur á bíl. Ok, kongurinn. Það er bíl. Engin armor. Hitt hann aftur eftir. Disable alveg vehicle og hitt hann eins og einn. Dánaði. Vel gert. Ég er glæða. Ég tek bílinn, Bertha. Krakka aftar ekki hann. Ég er að segja bílinn. Getur þið pingað hann? Hann fór lengra norðaustur, ég sé hann ekki lengur. Gaurið sem þú dánaði hlýtur að vera hérna með self sko. Hann dippaði bara á vinsinn sko. Boys, ég er að koma bíl, að Bertha. Ok. Vinstum við húsið dánaður. Vel gert. Hægri. Teamwipe. Vel gert. Gert. Ok, bílinn bara börða strax sko. Já, er með hérna... Það má svo til hægri, við getum farið til hægri. Nei, ná takk. Er ekki með trófi eða? Nei, þetta er börða. Förum á bæi hérna og köpum UV. Það er hérna. Þeir eru á bíl, most wanted. Ok, beila það bara. Er ekki kannski að þetta komið til okkar sko. Ég með UAV. Axel, ekki droppa handa þér. Droppaði 500. Droppaði. Við bara aftur í bílinn. Þetta er homemade bertha, við getum alveg snótað. Þegar búið að klára fucking... Hey, passaði. Þetta er búið, þeir voru hér. Þeir voru í bíl sko. Herri, tjekkið bara pingið. Tök bara þessa. Það er Júmúa. Já, ég ætla að hafa það eins á. Þið voru að taka kostum. Voru að hvarfa? Það hljóta að vera að fá kost. Þetta er sem lótað okkar var.
Já. Ég fara hann af. Ok, ég fullsenda inn. En að fá það til að skjóta mig. Hanna. Ón á tower. Það er engin armor, dánar. Það er líka aftari. Finnst þið, næs. Ég held ég að finna sér dánaðan. Já, gera. Ón á hinum, aftari, já. Það sem Ímir kollaði. Ég sé hann ekki, sko. Hann hlaupirði, krakka hann tíma upp. Næs, vel gert. Ok, lúta á rail, mjög flott. Tjekkja á hérna trófi. Ég er farin. Börð, það er ekkert smá weak, sko. Þessi gæði var með eitthvað. Ef ekki 2 UAV ennþá? Já, ennþá 1. Ok. Já, fyrir það sem ekki skilja, UAV er það sem að leyfir okkur að sjá í það bil 30 sekundur hvar gæjar, vondir gæjar eru nálægt. Nema þeir séu búin að fá loadout með hlut sem kallast Ghost. Bíl. Já, hægri. Close west. Disable Vilgur. Nice, hann dánaður. Finnir þið. Einn er að selfa. Fekk finnir þið? Já. Hann er gænir sem er að selfa. Nice. Koma að bæði síðan. Það er ekki trófið þessu. Ég ætla samt að taka hann. Bæ, boys. Já, það er bæ hérna. Já, við erum farið þetta. Ok. Ég ætla Ímir, poppaði þitt, ef þú ert með. Ég er með, ég poppa. Ok. Ég var að fara að staðinga. Keypti, já, náði eitt. Droppaði mér, droppa. Ok, við poppa bara og teka hana. Já, pingun og saxil. Hann var að refsaka. Ok. Líka hérna. Refsaka en ekki með armor. Já, á appinskjöld. Axel tag. Já, þú getur þetta. Ég ætla að fara einn hérna. Ok. Spildaslóðuna. Ok, ég er með. Hvað, sástu meir en einn, eða? Hann var að refsaka það, sko. Hann lendi på daginu. Sé ekkert að bíl lengur á mér. Dánar. Nice. Ég veit ekki hinn. Finish. Vinnur hann sem er ghost, eða ekki? Já, hann er ghost. Ég ætla ekki að spara UAV. Það er plates-in eða það? Ég er full. Inni, það ekki? Það er ekki vinstri, já. Nei. Hann er hérna inni, sko. Það er gæið að skjóta baki líka. Ok. Með. Fannst ég heyri í honum inni? Já, inni. Dánaði. Það er hann til hægri, ég var að ressa. Ok, ég er að heala. Já, ég var að heala. Er það kannski uppi sem var að ressa það? Mögulega. Ég er með þér. Hljóta að vera uppi, sko. Fuck it, ég er að fara uppi. Passa okkur dollar. Ekki með. Hérna er lík. Ok. Þeir eru með ghost, sko. Já, það var gæri southeast eða eitthvað sem var að skjóta. Það voru að skjóta mig, já. Southeast. Ekki alveg viss. Já, topp blár. Topp blár? Blár, já, stóri blár. Þannig að snæpa líka. Já. Hörru, ég var snæpa á 2 áttum, það er líka 100 southeast. Kennstu safe eða? Nei, maður. Ég er ekki safe, sko. Hann er on á prison. Snæperinn á prison og svo er einn topp blár. Gæðum bara að reyna nokka en blá. Ekkert. Þeir eru fyrir látt dýri Discord. Já, hækka það sér. Svona? Já. Ok. Nice. Hoppa niður, já. Easy, vel gert. Ekki með nóg en þá. Já, allt í góðu. Ekki með nóg fyrir hérna ressur. Já, ef þú ert með ress, taktu mig. Já, ok. Þá tekur í mig. Kvítla frá Mögulega Bæsson.
Já, Bæson, vinstri. Já. Hoppa út. Hljóta að vera frá það. Það er unpingað þetta. Hvað það koma aftan, veist það líka. Þetta held ég 2 gæri, held ég. Ég hef búin að drepa þetta. Já, Bæson. Ekki upp í hana. Jú. Ég geti farið bara í svo, sko. Kemst ekki upp á þakka hans að þeir spottiði, sko. Geti kannski náð nokkinu. Hann náði aftan. Vel gert. Fuck it. Já, ok. Uppi til vinstra á brúnni. Selfridge. Gert. Hann var selfridgeaður, sko. Ég held það. Nei, marmor. Var ekki loot af Bæson, eða? Það er ekki peningurinn, eða? Mjög ekki. Nei. Gæðin sem við náðum á hann. Ok. Geti það komast inn á því? Nei. Gætir peningurinn bara bensinstöðinni? Já, það tjekka ég. Já, það var þetta ná einhverjum öðrum niður. Drone á. Uppi. Please. Come on. Nei. Komið alveg ofan á bensinstöðinni. Getur loot spánað þar. Hann er bara á, sér á. Það er 2, sko, þótt hún er nokkinu og ert alltaf að vera í vandræðin. Já. Getur verið loot hérna? Veit það ekki. Nei. Tjekka henni í bílunum. Hvað er að minna? Come on, maður. Gauðis. Nei. Þannig. Þetta er fríkið. Það var fljótur að komast í húsið, sko. Ég er eiginlega... Tjekka senasta bílum á vinstri. Þessum. Nei. Hvað djók er þetta? Ég veit það ekki. Nei, aldrei. Skiptir ekki máli við mann dán, sko. Það var hann á finisunus. Já, ég get það ekki. Þetta er líka bara fyrsti leikur, uppiðinn. Sleppti þessu. Hvað er eiginlega að gera hérna? Fara... Það er við staða sem úr því, þú kemst eiginlega ekki neitt, sko. Þú getur kannski pussa þangað að fara, þú getur kæft í greinin þar, sko. Það voru gæðarna áðan, allan. Já, það er 100% einhver sem rútaði það frá downtown og því, sko. Já. Hann er á vinstri, svostan. Það er 2. Eitt fyrir hægri, eitt rótið að hægri. 3. Hægri, svostan. Shit. Það er allan á 3. Já, allan á 3. Já, ég tala með það kannski með rétt líf. Gætur með self. Gert.
Selfres. Új, hvað? Fyrsti leikur. Ég væði hann. Það réttir í væfaði hinn eftir hans alveg. Ég held að þau náðu niður sko, nummer 2, náðu hann aldrei. Jú, Selfres að Já, Selfres á nær hinum, já. Jæja, þetta var þess leikur nummer 2 hjá okkur og, nei, leikur nummer 1 og við erum að fara inn í nummer 2 núna. Erfiður leikur fyrir mig, allavega. Axel var með 16 og Ímir með 7 og ég með 3. Hvað var það sem ég segir? Ég var með 3. Mækin er eitthvað gott eins og? Ég var með 3. Svona er þetta, það gerist alveg. Maður á ekki góða daga sko. En við ætlum bara að fara inn í næsta leik og ef þið eru að kíkja okkur inn í fyrst skipti í kvöld, við ætlum að reyna að slá okkar eigið Íslandsmet og líka að reyna að slá heimsmetið. Heimsmetið eru 102 kill eins og maður segir og við ætlum bara að gera okkar besta. Þetta var ekki okkar besta en við fáum að vera inn í 3 klukkutíma og sjá hvort þið náum ekki allavega að slá Íslandsmetið. Það væri gaman. Eiginlega er hægt að fá eitthvað undir skjáin hjá mér. Já. Er hérna hæðstur á okkur öllum og með lægsta skjáin. Já, hallar mér svo mikið niður. En já, hérna förum við þess inn í næsta leik. Let's go boys. Komum svo. Hvernig finnst ykkur að venjast því að vera með 2 heyrnartól og ljós framan í ykkur og þeir sem eru ekki, þeir náttúrulega ekki vanir að spila svona? Nei. En mér finnst það mesta sem öðruvísi er bara skjárinn og hvernig ég sit sko. Já, ég er alveg sammála því sko. Ég var annars að spila mjög nála skjánum mínum sko. Já, ég Já, sæl. Já, ég er svolítið langt í burtu sko. Ég var að biðja að láta hækka skjáin hjá mér sko. En ef ég er í svona fullkomri stöðu þá myndi ég örugglega vera hérna. Þannig verið að redda mér. Ásækið gott fólk. Ímir, segðu eitthvað fyndið og skemmtilegt. Segðu brandara. Nei, maður segja, þetta er geggjað dropp fyrir okkar áfangasta. Það er eins gott að það verið bæst yfir hann bara. Já. Nei, þetta er gott. Ok. Ég ekki að ná nokkurnum killum á mögulega sigri, eða? Það erum aðeins að hérna vagna. Það komur aðeins í betri stöðu hérna. Ég er ekki sáttur með þessi 3 í seinasta leik sko, þetta er alveg reynskilegt. Er það ekki bara svona meðal hjá þér, eða? Aðeins betri en ég. Má ég komast inn í leiki samt, eða? Hvað? Ímir er ekki kominn sko. Ég er eitthvað... Þetta er bara... Jú, ég er kominn. Jú, hann. Hvar er að landa þessu? Bara... Superstore. Super, aftan. Já, samstans. Aftan, alveg aftan. Passa í pingaði. Ok. Gæði hérna, nokkuð. Ég landi hérna uppi, síðan sá. Ég er á rændi. Ég er á inni. 3 gæðir uppi. Gæðir mér, ég er ekki með byssu, Ekkert. Eitt krakk. Eitt dánaður. Ég er að hýla. 2 dánaður. Allir, tím. Var ekki tím? Fleiri, en það er fleiri. Kom með hana hægri að mér. Ok, haldast hendur. Það eru uppi held ég. Já, efst uppi. Það er góð líka að droppa niður svona niður sko. Er að setja plate? 22 metrar, já, allir. Já, alveg topp. Ég er bara með LMG. Látum við þetta að finna eitthvað. Gamla gæði hérna. Bara gjöst. Ok. Ég klára ekki, ég fann kistu. Þeir eru að fara á gæðana aðra hæð hinum einni. Það var á Bounty, veist. Já, þeir eru á eftir að vera þar á gæða sko. Séu ekki pingin hérna. Nei, þeir eru ekki hérna. Hvor er niður hinum einni. Pekka þetta. Ég með það. Við förum upp, ef við ekki fara upp annar eða? 47 metrar sko, þeir eru hérna í South East endarum. Já, við getum farið upp sko.
Southeast. Já, við ættum að geta komast Ég er niðri samt sko, sem Já, ég er niðri ekkert sko. Já, ef við ekki að fara upp að ná þeim það? Þeir eru niðri ákveðlega, þeir eru bara búin að lúta uppi. Já, ok. Ég fann samt upp sko. Einn er mér. Þeir dánaður. Hægri. Dánaðan, tíma upp. Nice. Nice, vel gert. Komið heartbeat, loadout. Hvað segirðu? Allir? Já, verið velkomin tilbaka, afsakið þessi tæknilegu vandamál. Smá að stríða okkur innan tæknin, en við erum í góðu núna og kannski fínt bara að tæknin var með smá vesen. Fyrstu 2 leikirnir voru ekkert frábærir, en við ætlum að fara nokkuð heitir, nokkuð tilbúinir í þetta. Þið heyrið mér, allt í góðu? Jú. Allt í góðu hjá okkur. Nú bara erum við að fara ríða okkur í gangi hérna og fara að byrja. Þið sem eru að koma í fyrst skipti í dag, Eggert heiti ég, þetta er Ýmir hérna hjá mér og Axel er hérna megin. Veit ekki því að það er eitthvað upp og niður hjá ykkur. En við erum sérst að fara að spila Warzone og ætlum að reyna að toppa okkar eigið Íslandsmetinni í dag. Og aðal markmiðið okkar er... Nú er allt, ásakið. Já, aðal markmiðið okkar er að toppa okkar eigið Íslandsmet og reyna að komast þess nálægt heimsmetinu og við mögulega getum. Má bara joina mig. Já, það er lendið smá, heyrir ekki leiknum af mér sko. Allt í einu. Ítt á kassa. Axel, tökir þið ekki bara tveira? Já, rétti þessi bara. Já, ég er lendið í smá tæknilegu vandamáli og ég heyri allt í einu bara ekki í leiknum mínum. Þetta er alveg típist með hvernig tæknin er búin að stríða okkur einn dag. Hvað er þú um þetta? Það er líka bara út í að þessi hérna datt úr. Hörðu, ræðið við fólkið og reddið mér hérna aðeins. Ekki bara fara að leika? Jú, við bara alveg byrja að leita leik. Alveg neða? Hvað? Leita leik, já. Ég held að þetta verði leik, umlega ég sett hennar hérna gæðin. Við þurfum ekkert Eggert sko. Herri, það eru stælar á þig. Mættir í sjónvarpið fyrst getið og bara mættir með stæla. Hvað, 50 kg á mann? Þetta er það er þetta. Ekki, það er 102 kallið minn. Já, 52 á mann. Ekki nema. Ok, má sjá. Hvað er á að segja núna? Já, afsakið þessi tæknilegu vandamál, það er bara svona er þetta að þú ert að færa 3 töluleikjaspilara eitthvað annað. Getur alls konar gerst. Er optical kaballinn hjá mér, er hann inni? Já, þetta er ekki... We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. Enemy dropping into the AR. Hvað er þetta, heyrðu þetta? Já, það er bara, ég vil ekki taka inn hljóðu sko. Þannig. Ok, þá ættu að vera góðir. Þarna, heyrðu í mér núna? Jó. Innlegnum. Jó. Ég heyri hvað. Now we do this for real. Segðu það núna. Halló. Settum mækið með þér og þá ættu að vera góðir. Afsakið þetta gott fólk, nú erum við komin inn í Warzone. Eins og ég sagði áðan, þá erum við að reyna að toppa okkar eigið Íslandsmet. Það er stefnan inn í kvöld. Og auðvitað að reyna að komast þess nálægt heimsmetinu og við mögulega getum. Íslandsmetið eru 60 kill í tríós í Warzone. Það eru þess að 3 leikmenn saman í lið. Og
Heimsmetið eru 102 kill. Hvað segið þið hérna henginu? Það er ekkert bæi. Viltu aðeins? Nei, við rótum hingað bara. Já, ok. Taka hérna, lengra frá það. Jú, já. Það vil taka næri það? Nei, tökum líka. Það getur bara að jumpa. Já, ég bara þurfti að hækka í ykkur, svona. Ok, let's go. Nú erum við mættir. Ok, ég beint frá aftan ykkur. Sáðu einhvern veginn? Nei. Hægri. Hægri. Svonta byssu. Á mér. Ymur voru að baka ekki með. Já, og maður er bak. 290 vest. Ég hjálpa ekkert. Ég er bara með eitthvað 2 sko. Ég er með vinstri. Með hægri. Hitt hann eins og hægri. Svo ég hjálp. Down. Það lífa leikinn. Annar. Hinn er að koma. Annar. Ég er að híla. Hann náði mér. Ég er með 2 MK2 skot sko. Ekkert meira sko. Bara hljóðu vandamál. Ok. Við getum bara að bakka út úr leikið. Ég hef ekki bara restarta það? Góð. Ok. Ég er alltaf reddið hjá þér nú. Ég er allt í góðu. Núna heyri ég í ykkur og allt í góðu. Búin að vera lendi í smá tæknilegum erfiðleikum inn í kvöld, gott fólk og biðjumst velvirðingar á því. En erum við með grænljósið, er allt góðu? Nei. Erum við í beinni ennþá? Ok, við erum ennþá í beinni. Komið sæl, gott fólk. Ekkert hennar heiti ég. Já, það er bara, svona er þetta. Stundum bara er þetta aðeins erfiðara. Ég veit ekki líka fyrsta sem PlayStation er notað. Þetta er reyndar alveg, þegar þú segir það, þá er þetta tæknilega alveg stór tímamót í rafíþróttum á Íslandi þegar nú erum við bara tæknilega séð 3 venjulegir tölvuleikjaspilarar, spilum tölvuleiki og erum mikið að spila kód. Fáum þetta tækifæri að sýna hvað við getum á Stöð 2 og Stöð 2 eSports. Mjög þakkláttir fyrir það og þetta er bara mjög gaman, já. Mikið lást. Það var rétt. Spread love. Kannski smá stress en þú veist, við erum bara mennskir og við erum ekki, eða þeir eru ekki vanur þessu. Ég myndi ekki segja að ég sé vanur þessu heldur. En við erum að vinna þessu hörðum höndum hérna og gerum okkur allra besta. Það er ekki hægt að búast miklu meira heldur en það. Nei.